Komið sæl blessuð, velkomin að Rauða borðinu, það smá galsi í okkur, það komin 50 dagur, hjá mér Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segið þið gott? Vorið á fullu fyrir utan dyrnar? Ertu komin í sumarfílinga eins og hann gerist bestur, Ásdís? Ég fekk þessu upplifun í gær að mér fannst svo góður ilmur í loftinu. Og það hlýtt og ég svolítið rigndi aðeins í gær. Það verður svo ferskt og eftir. Já, og svo rigningin einhvern veginn svona eins og úði sem bara gott að fá á sig, sko. Þannig að mér finnst þetta skemmtilegur ástími. Já, maður fyrirgefur Suðurríkið sem skall á manni fyrir nokkrum vikum. Maður gerir það þessa dagana. Já. Þú ert nú mikið svona sumarbarn, er það ekki, Gunnar Smári? Já, ég bara... Það var alveg hissa. Hann hefur aldrei fengið aðra spurningu. Ef maður myndi spyrja, sko, hvað á ástími, þá það þarna þegar myrkrið kemur aftur á haustin. Er það? Mér finnst það alltaf eitthvað svo... Já. Og haustin eru líka, mér finnst mannlífið skemmtilegur á haustin. Já. Það var allir svo kappsamir. Eins og vel allir að fara að byggja upp eitthvað líf eftir að hafa sóað í sumarið. Mér finnst það skemmtilegt. Já, einmitt. Það svona... tími til þess að ræða eitthvað, gera eitthvað. Að ég eiginlega, enni voruð frábært, sko. Mér þess að vor bara inn í mér og úti. Í atvinnulífinu íslenska sumarið einstakt, sko. Við gerum meira og minna ekki neitt hérna í einhverja þeir sem hafa aðstöðu til. Já. Taka sér bara 4 mánaða sumarfrí úr. Ég veit það. Fólk byrjar að fara í sumarfrí miðan maí og þú nærðir ekki sambandi þetta fólk í september. Málið sem mjög vont oft fyrir blaðamenn. Það verður mjög þungt að ná í viðmælendur. Það líka fólki sem hefur ekki þessa aðstöðu sem það bara að mæta í vinnuna. Akkurat. Það eru mjög margir sem verðast hafa svigrúm til þess að fara í golfferðir á haustin og hjólaferðir, eða golfferðir á vorin, hjólaferðir á haustin og skíðaferðir í janúar. Sérstaklega fólk á ykkar aldri sem svona orðið eldra. Já. Það það fólki sem hefur það fínt í samfélaginu. Ég horfði stundum á túristarnir í bæ og hef svo sem verið túristi sjálfur. Og þá var þetta meira og minna, sko, fólk á okkar aldri sem að þeysast á milli og eyða tíma sínum og peningum í eitthvað. Já. Á meðan að, sko, unga fólkið, barnafólkið í bölvuðu basli. Ég hrifst svo á þessum ástíma núna að ég fór inn í bílskúr í fyrradag og ég náði í reiðhjól sem ég hef ekki nefnt að hjóla á í 7 ár og ég fór með það á verkstæði og hann sagði mér að tæki 10 virka daga, það væri svo mikið að gera hjá honum að koma reiðhjólum vetrarins aftur í stand. En eftir 10 daga þá verði ég sem sagt að hjóla í fyrsta skipti í 7 ár. Okay. Ef þú heldur þessu spiriti, sko. Já, ef ég held því. Já, ekki allar líkur á því? Ég held það. Hjóli í vinnun, ertu ekki fljótari úr Vesturbænum hingað? Sennilega miklu fljótari hjól en að keyra, stundum, þegar maður lendir í teppunni niður við Miklubraut. Ég held þessu fljótari, sko, upp í Mosó heldur en á hjóli heldur en í bíl. Já. Í svona eftirmyndarsumferðinni. Já, ég var einu sinni klukkutíma og 15 mínútur frá Seltjarnarnesi og hingað í Bolholtið. Já, hugsa. Já, það svolítið erfið leið þarna í umferðinni. Já. Miklubrautin. Margir flöskuhálsar. Já. En hvað finnst ykkur svona vera helst í fréttum fyrir utan bara vorið og fegurðina og bjartsýnina sem að fylgir þessum ástíma? Erum við enn að ræða Áslaugu Örnu og hennar óvæntu starfslok? Það voru allir að bíða eftir hún kæmi frá Bandaríkjunum og svo kemur hún og til þess eins að segja bless og... Hún má það náttúrulega. Já, maður. Hún ekki skuldbundin að vinna fyrir okkur, eða? Nei. Eða það þannig að þú býður þig fram að... Ekki hér, í Noregi ertu skuldbundin og mátt ekki tæta. Það allir meira og minna hættir úr þessari ríkisstjórn, Katrínas. Já, þetta alveg ótrúlegt. Þú varst með mynd þar sem þú settir hring utan hausinn á þeim. Ýmist rauðan eða svartan. Hvað voru margir eftir af? Það voru bara Sigurður Ingi og Guðlaugur Þór sem að ég myndi halda að vera báðir. Ég ætla að spáði hér, hvorur mun sitta út kjörtímabilið? Ég er sammála. Já, ég held að sé bara enga líkur á því. Hvað heldurðu að skýri þessa Ég veit ekki, ég veit ekki hvernig við að spyrja eiginlega. Hvað veldur því að því að þetta ekki tilviljun. Það fólki sem var í þessari ríkisstjórn upplifir einhvern veginn að þeirra tími sér liðin. Og það eitthvað sem þessi ríkisstjórn gerði, fóri yfir einhverja grensu. Ég bara get ekki bent á það. Hún var náttúrulega mjög óvinsæl og fólk talaði mjög illa hana og
og fólk sem hafði bara töluverð mikla pólitíska inni klárað hana eins og náttúrulega Katrín Jakobsdóttir sérstaklega en líka eins og Bjarni Ben fyrir úr pólitík eiginlega samkvæmt skoðanakönnunum með það sem hefur verið að mæla traust á stjórnmálamönnum óvinsælasti stjórnmálamaður í Íslandssögunnar. Já. Það bara þannig. Já. Þetta kemur það stundum einhver gerir eitthvað svo stórkostlegan bommertu og mælist eitthvað lár en hann sem formaður Sjálfstæðisflokks, formaður leiðandi stjórnmálaflokks í Íslandi mældist með eiginlega engan stuðning bara misserum saman sko. Já. Það er líka svo spennandi spurning sko hvort stjórnarskiptin sjálf, hvort það að sjálfstæðismenn hrökkluðust þarna í minni hluta í fyrst skipti í langan tíma og það að það eru algjör stjórnarskipti, nýjir flokkar í ríkisstjórn hvort bara, þú veist, var þetta fólk bauða sig fram til þings bara til þess að drottna leið og það er komið í minnihluta þá bara eins og allt vistni og degi og það fyrir fílu og það eru erjur og leiðind og svo hættir það nennir þess ekki það er svona spyr sig ég veit ekki, íþróttir og þú ert þjálfari í Liverpool og búin að vera þjálfari í Liverpool í 5 ár og þið fallið þá ferðu heim og hugsaðu byrju, ég maðurinn sem að nú þarf Liverpool að finna eitthvað til þess að leiða það að ná aftur upp í fyrstu deild og komast aftur í fyrsta sæti. Ég maðurinn til þess með þetta að hafa fallið? Ég held að það sé svoleiðis hugsun. Og ég skil það með þjálfaran. Já, eins og Bjarna, Þórdísi. Já, en sko fólkið á bekknum, ég veit ekki hvort það ætti að fara í fílu og röklast annað og ég er ekki viss, mér finnst þetta áhugavert. Þetta var ekki á bekknum ráðrænir. Nei, það er bara allir þeir sem ekki komist til einhverja valda, þeir eru meira og minna bara í fílu og farnir og umræðan og Alþingi er svo leiðileg núna. Ég var að reyna að hlusta á umræðan og samgönguáætlun í gærkvöld og það er bara ekki hægt að bjóða upp á leiðilegra efni heldur en Alþingisrásinna núna. Er þú ekki bara eitthvað, hvað segir aftur að fegurðin er í auga þessu við horfum? Ég held að sé ekki þannig í þessu. Heldur að sé ekki eitthvað sem verið að horfa á Alþingisrásinna og finnst þetta frábært? Ég held ekki, það er engin fjölbreytileiki lengur á Alþingi. Ég byrju horfir einhver á Alþingisrásinna spyr ég nú bara ertu að segja Magnús sem er hérna oft Mér finnst það bara að vera hluta vinnunni minni að horfa á þessar þingrás en sko það ég er svíkjast ég horfi ekki á Alþingisrásinna myndi aldrei eða tími það Nei. En gott að þið segið okkur hvað er að gerast það Það á náttúrulega að fara fram umræða mikilvæg mál Já Ég held að sé enginn að horfa á Alþingisrásinna og finnast það merkilegt punkta hjá sér En það var svolítið áhugavert sem að viðmælandi minn sagði áðan sem að var að gefa út bók og hann Vilhjálmur Pétursson og verður á dagskrá Rauðaborgs núna eftir Já. Og ég spurði hann hvað hann myndi gera ef hann hefði töfrasprota út því hann er í svona heimsendispælingum og hann er að tala að fólk missi trú á stjórnvöldum og það verður upplausn og eins konar heimsendarspá þar hjá honum og hann sagði ef að stjórnmálamenn hætta að ljúga neyðast þess að segja satt þá er það sem að hann myndi óska sér Já. Ég held að samkvæmt lögum að þá séu stjórnmálamenn þeir megi ljúga. Ég held að það sé þannig. Já, af því að þeir hafa meira frelsi. Já, þeir hafa meira frelsi í En það er svolítið áhugavert ef við gætum bara sagt sannleikann. Það væri áhugavert. Já, maður kynnir stundu þannig fólki og það er stimplað með þroskaskerðingu. Já, eða svona svolítið næf Það er til mynd með Jim Carrey mann sem gæti ekki logið sem var mjög fyndin þetta er sjónarmið sem maður heyrir oft það sé eitthvað að fólkinu ég er ekki alveg ég hef alltaf erfitt með það ég held að það sé bara okkur að kenna að við höfum bara ekki þroskar í pólitík við höfum ekki þroskara samfélag sem getur af sér Ég meina það er bara erfitt að halda upp í umræðum nokkuð skapaðan hlut í samfélaginu. Já. Og ég er svona samfélagsleg meðvitund og að samfélag hangi upp á þáttöku okkar fyrir sem er alltaf minna og minna. Fólk meira og minna horfandi á Alþingisrásin og tuðandi yfir því. Það bara við erum ekki neytendur á samfélaginu. Nei. Samfélagið er það sem við leggjum til þess. Ég meina, er fólk virt í sinni svona bara baráttu í lífinu? Er fólk virki í verkefnisbaráttunni? Er fólk virt í er fólk í neytendasamtökunum? Þetta er
líka mjög áhört, það var einhver viðmælandi minnu daginn sem sagði, já, í Bandaríkjunum, þá, hann sagði að helsti munurinn á Ísland og Bandaríkjamönnum sá, og það var í Kaliforníu, að þar spyr fólk sig, hvað get ég gert? En ekki, þú veist, helvítis stjórnmálamenn sem að gera allt vitlaust, sko. Þannig að hann sagði það grundvallar munur á þessari afstöðu til þess að við getum lagt eitthvað að mörkum. Við náttúrulega erum í velferðar hlutanum hérna, bestu samfélagunum sem hafa verið til í heiminum. Og við höfum kerfi þar sem að ríkið eða opinbera sér alls konar hluti sem ekki í Bandaríkjunum. Þannig að það ekkert samfélag nema að fólk, það stór hluti sem að samfélagið, óformlega samfélag verður að sinna sem að við kannski höldum að einhver annar að sjá En þá velferðarsamfélagið að kenna okkur að vera ábyrgðarlaus? Nei, hægri menn eru svolítið að við erum að berja niður velferðarsamfélagið, þá verðum við skárri. Það var ekki þannig á tímum Dickens, sko. Það áður en að velferðarkerfi verið til, þannig að skepnuskapurinn, hann grassara líka og hann grassara í Bandaríkjunum sem ótrúlega hatursfullt samfélag líka. Þó svo að allir sem hafa verið í Bandaríkjunum vita það að þetta nærsamfélag oft ábyrgðarfyllra. Við erum þetta aldrei sérstaklega lélegið í því, sko. Ég held að það við þurft að kenna Íslendingum að heilsa nágrönnum sínum. En svona eitt viðbragð samstöðu og hópfólk sem ekki sama að fyrir í dag þá vorum 150 mótmælendur niður í miðbæ sem tóku sér stöðu á Austurvelli og mótmæltu frumvarpi dómsmálaráðherra fyrir hugaða brottfararstöð. Þannig að það alltaf samt einhverjir kimar samfélagsins sem að láta eins og þeim sé ekki sama. Ég held að sé miklu fleiri sem með þetta. Já. Eitthvað líklega fyrir No Borders sem stóðu fyrir þessu. Mér finnst það oft vera í tengslu við mótmæli þeirra og ég ekkert að finna að þeim að þau eru með málefni sem að nýtur afgerandi mikil stuðnings allstar í samfélaginu. En mótmælin eru fámenn. Hljóðkerfið lélegt. Hljóðkerfið lélegt, það heyrist ekki. Maður veit ekki á hverju maður mætti þarna, maður eiginlega ekki velkomin. Ég veit ekki á hverju þetta svona, sko. En ég held til dæmis að í sambandi við þetta, ég 60% af fólki sem að vill ekki að börn séu sett í varðvald, ég held að sé 80%. Já, þetta var til umræði hjá 2 viðmælendum mínum í gær, annars vegar framkvæmdastýra kvennaathvarfsins og hins vegar Ingólfur lektor Gíslason á menntasviði Háskóla Íslands. Þau ræddu þetta nokkuð þungbrýnt. Það var líka rætt mannréttinda ráð og mannréttinda skrifstofu Reykjavíkurborgar sem að hægri menn hafa svolítið verið að halda því fram núna að gegna einhvern hlutverki. Sé bara einhverju vinir, liðleskjur. Mannréttindi, það bara eitthvað helvítis röfl og rugl, sko. Hvað er við að gera við mannréttindi? Akkurat, bara einhverju vinstri vinir og mjög góða launum við ekki ekki neitt. Það kom fram hjá henni Lindu, framkvæmdastýru kvennaathvarfsins, að mannréttinda skrifstofa Reykjavíkurborgar í gríðalegu samstarfi og mjög mikil vinna sem það sinnir vegna kvennaathvarfsins. Bara gríðaleg. Hvað er þetta fólk sem að gera? Það bara þeir sem hafa ekki hugmyndum hvað verið að gera þann inni, sem haldi þetta sér fólk sem eitthvað að skreita sig með einhverju, hvað heitir þetta, dygðaflöggun, hvað þetta kallað? Já, dygðaflöggun. Dygðaflöggun, sem alveg hlægilegsta hugtak sem ég hef heyrt. Ég meina, mannskepnan brisk. Og haldið það að í gegnum tíðina það sem að maðurinn hefur gert gott, öðrum og fleira, að ég meina, hafi ekki verið eitthvað hégum í því líka, auðvitað. Við erum hégumleika og fleira. Og ætlum við þá bara, við viljum enga mannúð vegna þess að Bjössi var að flagga mannúð og það var af hégumlum ástofum, þannig að við skulum leggja niður mannúð. Hvaða rugl þetta orðið? Já, mér finnst þetta áhugaverð umræða og ég trúi því að manneskjan sé eðlisinn góð og við séum dregin áfram að þeim hvötum, sko. Já, og þú ert góð ef þú breytir rétt. Þannig að breytur rétt í sýndu mannúð
hver ástæðan fyrir því? Ég ætla ekki að fara að kafa inn eitthvað og segja, nei, ég held að Ásdís ekki alveg að meina þetta. Who cares? Því að ef við missum mannúðina hérna niður, ef við búum til samfélags sem að gengur út á það að okkur sérum við öllum illa hvort við annað og hötust út í hinn og þessa og við getum ekki byggt upp samfélag á anstigð okkar. Byggjum þá frekar samfélag á uppgerðar mannúð heldur en anstigðinni. Ég man tímapunktinn, bara, það liggur við í minni daginn og hvernig veðri var úti, sko, og hvort ég var búin að vera að baka þann dag eða ekki. Þegar mér fannst að þessi tortryggni leysti af trúna að flest okkar væru góðar manneskjur. Það var 2009, þegar Jóhanna Sigurðardóttir, þá orðin forsætisráðherra, tilkynnt að hún ætlaði að lækka launin sín sem svona ábyrgt viðbragð eftir fjármálahrunið. Ríki gjörsamlega á hausnum, munaði minnstu að við erum bara gjaldþrota og það sem hún gætt gert var að hún lækkaði launin sín aðeins og þá sá ég hvernig Facebook-veggurinn minn fylltist af statusum það að þetta væri populismi, helvítisræstni, ógeðsleg pólitík, skipti hvort engu máli og þetta var semst 2009 og þetta var í fyrsta skipti sem fannst ég upplifa að eitthvað svona einhver kjarni í samfélaginu hefði breyst eða færst til. Veit þið hvað ég að menna? Akkur hafðið þú hrósaðinu fyrir þetta? Nei, það var bara samfélagið var þarna á þessu, komið á þann tímapunkt. Ásdís er svo grimm, heyrður og sagði, varst þú að hrósinni? Þannig hún er bara að rukka þau ábyrgðina í samfélagið. Nei, þú segir það. Þetta er svo að sitja með dómarann Þetta er náttúrulega tengt góða fólkinu en að gæsalappa og því öllu sem sprettur svo upp að ná eftir og það er alveg rétt hjá það er vandamáli búið í samfélagi það sem fólk þarf að skamma sín fyrir að einhverja hlýja og óeigingjarna hugsun. Ég skil ekki hvernig þetta fær að vaða uppi sko. Það fólk kemur og segir ég meina er ekki ástæðilegt að vera að henda þessum ungu hjónum með þetta litla barn úr landi að henda bara götun í Grikklandi getum við ekki bara séð þetta er bara eðlilegustu viðbrögð. Hvað er þú að vera einhverju svona dyggða flöggun ekkert að marka það sem hvaðan kemur þetta? Hvað er þetta fólk alveg upp? Þetta er og þarna þið kannski við að unga fólkið er einhvern veginn að ég hef upplifað það allavega heima hjá mér að börni mín og tengdabörn þau eru í þeirra hjarta eru allir velkomnir, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þeim ég hef stundum velti fyrir mig hvort þau séu annarri tíðni því að þar er þetta ekki einu sinni sko engar efasemdir að allir eigi sama rétt og á að vera á Íslandi og hún Álfeður dóttir mín sem ég ætla nú að fara að tala við eftir hún fær oft tár í augun ef að við förum eitthvað út af brautinni í svona umræðu þannig að þetta er svona eins og ég held að þau séum á einhverju annari bylgjulengd heldur við sem erum alin upp á öðrum tíma við höfum kannski svona við höfum þetta í eðlokkar, við erum í eðlokkar góð en við höfum, alist upp við ákveðna svona ótta og svona einhver viðmið sem þannig ég þarf allavega oft á tíðum að stilla mig af með nýjum hætti, ég þarf bara að fræðast ég þarf bara að vinna í samkennd og eitthvað svona til þess að og viltu vera því svo börnið þín? Já skilyrslust trúa bara á góða í fólki, snúa skári hliðin af öðrum þannig getum við byggt upp gott samfélag Mér heyrstu að vera að segja að útilokun sé ekki valkostur hjá dótturinni þú upplifir það og þetta er náttúrulega allt önnur hugsun heldur en okkar kynslóð gengur fyrir alls konar hluta sko. Já, og ég hef svolítið þurft að læra að stilla mig af þetta er áhugavert Ég er með viðtal sem að eiginlega tengist þessu ég talaði hennar Ragnheiði Kristjánsdóttur prófessor, sagnfræðiprófessor breytingar á fátækralögunum 1927 sem að meðal annars fólu í sér að þeir sem að þáðu stuðning frá sveitum mistu ekki kosningaréttin ekki allir samt sumir mistu það samt þrátt fyrir breytingarnar og ég treysti að þetta viðtal snúi svolítið þetta verðuga fátæklinga og annars líkt og hversu hægt það gerist að við lítum svo á að samfélagið sé eiginlega samfélag allra
og fólk svo réttátt í þessu samfélagi og hvort þú setur verður hvort að þessu tilfelli hvort þú fóru að kjósa en við til þessi Bandaríkjunum að þá ef þú hefur brotið gegn samfélaginu og verið dæmdu fyrir þá fara ekki að kjósa þannig að við þekkjum þetta svona í næstan ákvörðun okkar en þessi umræða sem að var þá það hvort að sá sem að þykkur sveitastyrk hafi rétt á því að kjósa sömuleyti finnst mér þessi umræða ennþá verið í gangi sko. Já, því trú ég Eru allir öryrkjar verðugir öryrkjar eða eru sumir öryrkjar sem ættur ekki rétt á örorkubótum ég held að þessi umræða sem er oft inn á þingi var mjög mikið inn á þingi áður en að tilteknir flokkar fóru að tala innflytjendur að þá var mest talað öryrkja að þeir var að éta kerfið einhvern veginn innan kannið því við það? Jú, mjög vel og við getum ein hugmynd sem að minnst alltaf svo skritin sem svona hugmynd það að við getum kaffært samfélagin af góðmennsku og ég stundum spurt, er eitthvað dæmi í sögunni að ég hef séð samfélag sem hafa brunnið upp af illmennsku og anstíkileitum en ég þekki engin dæmi að það var gott samfélag svo bara urðu of góð þannig þau stuttu inn fáttak of mikið þannig að það fór allt í steikjað kannið þið það? Mér finnst þetta æðisleg umræða þetta er frábært einleg hérna ég hef alltaf að lesa mikið svona ég finna aldrei dæmi við bóðum góðmennsku hérna Já, við erum að reyna það Skárra væri það nú ef þetta byggjum samfélag hvort ætlar að gera það á anstíkileitunum það er að vera gott samfélag Nei. Það verður anstíkilegt samfélag. Já. Þannig við höfum í lenga valkost, Við höfum enga valkost. Og ef að þú finnur ekki í þig góðmennskuna, gerðir hana upp. Dyggða skrittu þig alveg svo vilt. Svo verður maður bara að púlla það þegar aðri saka mann hræsni, það þýðir ekkit að láta þetta síðan. En þú Ásdís ræðir við Vilhjálm Pétursson, verðlaun að hafa hjá Forlaginu. Já. Hvað? Hann nú að segja okkur frá þessari bók sem hann var að gefa út, sem er verðlaunabókin hjá Forlaginu ár. Hvaða bók? Hún heitir, samkeppnin heitir Nýja raddir hjá Forlaginu og bókin heitir Harðindi og hún er í rauninni lýsing á þessu hvað gerist þegar illskan nær völdum. Og það er bara þannig, hún er mann sem er að upplifa algjört siðleysi í Reykjavík. Það sem fólk er bara að meiða hvort annað og kveiki í húsin hjá hvort öðru og það er algjör upplust. Bara í samtímanum, hugsanlega í framtíðinni. Hann sagðist ekki hafa viljað setja ártala á þetta. Nei. Og já, þannig og þetta er mjög myrk. Það er engin birki ilmur í nösunum á höfundi? Nei. Og við rættum það svolítið út af því að ég sagði, þetta, út í hann sagði, þetta er svolítið tíðarandinn og ég sagði, ég kannast ekki alveg við það, og spurði út í hvar hans menning væri, Hann sagði, ég kannski að sökka mig svolítið inn í þessar pælingar, en svo eru alls konar búblur til og hann eiginlega var að lýsa því hvað eitt sem var áhugavert sem kom fram því að ég spurði hann hvaðan færðu þessar hugmyndir að vera í svona þessum heimsendispælingum og niðurrifi og neikvæðni og spurði hvort að hann væri sjálfur að koma úr einhverjum erfiðum aðstæðum og þá lýsti hann í rauninni sínum lífi sem algjörði paradís. Hann hefur það rosa gott, elstu fyrir fullkonar aðstæður, þannig að við komumst eiginlega að því og hann alveg uppveðraðist í þess að getur verið að þið vanti drama í lífið þitt. Já. Og hann bara samþýtti það, ég held það getur bara verið hann vanti bara að fá að upplifa þessar erfiðu sáru tilfinningar og þess vegna sé hann að skrifa þessum nótum. En leiðu hann færðar þá vil hann losna við þær, örugglega. En hann þarf að, og kannski til þess að stækka sig sem tilfinningaverið, þá er hann að fara inn í þennan heim og upplifa þetta. Jú, nei, ungur, hann er alveg að vera 40, hann hrökk upp þegar hann reiknaði það út hérna áðan. Þannig, það er kannski... Okkur finnst það ungt. Ég ætla að segja hvort það geti ekki bara klekkt þér í góða ástasorg eða eitthvað, það vil... dramatík í lífið. Ég fikk ekki enga persónulega sorg og drama út úr hans eigin lífi en það er fullt af því bókin hans.
Þetta svona Scandinavian Pain, ekki Ragnar Kjartason sem gerði það myndlistaverk. Jú. Að að við lifum, það svo lítið að vera hjá okkur, að það er vel á orðinu óhæft til þess að búa til list. Ég sagði frá því að Friðrik Þór Friðriksson sagði mig frá því, að Wim Wenders kom á fyrstu kvikmyndahátíðina, það hefði ekki verið 80 eða 78, ég man ekki. Og þeir voru eitthvað að keyra Reykjavík, og þá sagði Wim Wenders, þið hafið enga sársök á götunni, pain in the street, þannig að þið getið aldrei búið til list. Þetta minnir mig á... Og þá sagði Friðrik Þór, but we got the pain in the brain. Pain in the brain. Þetta minnir mig svolítið á viðmælanda minni í kvöld sem Sverrir Norland rithöfundur. Hann sagði, held ég rétt áður en við kveiktum á upptökunni, mér líður best þegar mér líður verst. Ég alvöru, þannig að þetta er þema hérna. Ég segi þetta stundum, mér finnst gott að vera svona kallt. Svolítið svangur. Finnum það svo mikið fyrir það maður er til. Sko. Ég veit ekki. Það er eitthvað... Við erum nefnilega svo dofin oft, sko. Sett svona annað fótinn undan sænginni til að vera kallt. En við ætlum að ræða skerðingu vitsmuna. Vá. Já. Og svona sagt hvernig aukin öryggisgæsla og öryggisfíkn, leitin að örygginu að kaffæra vitið í veröldinni. Og Sverrir á miklu flugi, þetta er frábæri gæi, sko. Honum er margt gefið og virkilega gaman að hlusta á. Hann hefur oft komið hingað til okkur. Já, hlusta á hann. Og svo þá bara eitt held ég ónefnt áður en við förum að hleypa áhorfendum og hlustendum að rauða borðinu. Það er hann Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum. Hann fer yfir helstu áskoranir íslenskra neytenda nú stundir og nefnir þar eðlilega vextina matinn, húsnæðið og verðbólguna og olíuna. En ætlum við verðum þá ekki bara að fara að telja í og segja það. Það er ekki samt að nefna út af því að við erum að fá nýja þátt. Já, það er að koma nýja þáttur, svo veist alltaf það. Já, segðu okkur á því. Ég veit allt það, ég er að fara að taka viðtal við þær á eftir, þannig að það verður trúlega núna síðasta dagskránni hjá okkur í kvöld. Já, það er hluta. Það er svona maður er dóttið þín, ekki? Jú. Já. Þannig að hún fekk þetta í gegnum klíku. En allavega, nei, hún er mjög frambærileg og það eru 2 listakonur sem langar að fjalla menning og listir og sko kannski svona þennan, þessa ungu kynslu sem að frá sjónarhóli ungs fólks. Já, sem að mér finnst mjög verðugt inn í okkar miðaldra heim. Dóttir þín í listaháskólanum, eða ekki? Jú, og þær eru svona menningarspírur og búin að vera hljómsveit og eru eina sem skiptir máli eru listur og menning hjá þessu unga fólki síns mér. Þau eru ekki pæli neina öðru. Hvað verður þessi þáttur reglulega á dagskrá? Heikur þú? Verður hann ekki vikulega á föstudögum? Í sumar? Já. Spennandi. Og þannig að ég hvet allar til þess að fylgjast með því. Það er ótrúlega skemmtilega og góðar stelpur. Sko, það þarf ekki klíku til þess að koma með nýja þátt á samstöðinu. Það er alls konar fólk sem er komið hingað og búið til þætti. Það er ekki eins og við sem að borga fólki fyrir þetta? Nei, ekki til að byrja með, sko. Það er eiginlega leikurinn oft þannig að það byrjuðu allir hér í einhvers svona sjálfbóðvinnu. En það er lár þröskuldur að komast eitthvað inn og búa til nýja þætti. Og einhverju sinni þá vorum við alltaf að auglýsa meðan við vorum að hvetja fólk til að skilast áskrifundur og segja vinum og vandamönnum frá hvar þeir hafa séð efni eða að þeir hafa séð efni hjá okkur sem að fólk síðan finnur okkur á YouTube og Facebook og í öllum hlaðvarpsveitum í útvarpinu og sjónvarpinu að þá höfðum við alltaf fyrir því að segja að ef fólk hefur áhuga á því að koma með eitthvað efni þá erum við mjög opið. Þetta er gott að rifja það upp og minna að ef þið hafið hugmyndum og finnst eitthvað að þurfa að koma hingað til umfjöllunar þá getið þið bara sendt okkur línu og kannski getur orðið úr því einhver skemmtilegu þáttur. Já. Gunnar Smári, 20 sekúndar söluræða að lokum. Þetta er ekki söluræða, það er bara það sem heldur samstöðunni gangandi eru sá hluti árand og áranda sem hafa gert álskrifundur. Ef að þú vilt að samstöðin haldi áfram og telur þið hafa efni á því að borga 2.750 krónur á mánuði, þá hvet ég þess að gera það. Því að þá getum við tryggt samstöðin framhaldslíf og kannski eitthvað vöxt og við döfnum með ykkar hjálp. Skjótum með auglýsingum og svo byrja við tölkvöldsins.
Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leiða okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Það kemur fyrir að hugmyndir að þáttagerð hér við Rauða borðið á Samstöðinni verða að veruleika kvikna við það að maður að skrolla yfir efni á samfélagsmiðlum og fyrir nokkrum dögum rak ég augun í færslu þar sem fjallað var það að í þjóðarbókhlöðinni að verða breytingar svona í stuttumáli þá held ég að séu þannig að í stað bókavarða komi öryggisverðir og einn af okkar rithöfundum var með athugasemd þessa þróun og hann komin hingað að Rauða borðinu. Sverrir Norland, vertu velkominn. Takk, Björn. Sko, ég að fara rétt með þér, ekki? Já, sko, ég held að við sem kannski aðeins að mér skilst reyndar, það var ekki þannig í fyrsta fréttaflutningnum, en það nú þannig að þessir öryggisverðir eiga að leysa bókaverðina af hólmi held ég einhverjum ramma á kvöldin helgar. Þetta nú ekki alveg þannig að allir bókaverðir verða látnir fjúka, sko. Nei. Þannig að þetta ekki alveg kannski, það gerist allt svo hratt í okkar nútíma samfélagi og það búið að slá einhverju upp og fólk byrjað að tjá sig áður en það veit hvað máli snýst. Já. Sem svo sem kannski ekki það sem ég var að gera þarna, hún Kamila Einarsdóttir, rithöfundur og vinkona mín sem vinnur á safninu, búin að gera lengi, eins og konur í hennar fjölskyldu hafa gert, held ég 3 kynslóðir. Hún vakti máls á þessu og hún var líka að tala skerta þjónustu. Það alltaf verið svona smá að höggva í þjónustuna á bókasöfnunum. Stytta opnunartíman, fækka kannski bókavörðum. Já. Þannig að maður bara svona, ég held að sé bara mjög nauðsynlegt að standa vörð þessar stofnanir. Já. Þannig að þetta náttúrulega bara, við getum farið með þetta í svo margar áttir. Já. Sko, þú skrifaðir þína færslu á Facebook þannig að þér fannst að samfélagsmál væri ræða, ekki einstakt tilvik. Nei. Mér finnst nú kannski svolítið svona, það dálítið hlálegt á þessum tímum sem við lifum. Já. Að við erum stöðugt og allir saman hvar við stöndum í stjórnmálum og ég teka fram að ég stend hvergi. Ég ekki nógu staðfastur til að ég geti fundið til einhverja hollustu við einhverja hreyfingu sem ég bjó ekki til og ég sé hlutina kannski frá mörgum sjónarhólum ekki að því ég svo klár, heldur bara ég einhvern veginn þannig gerður og ég held að við séum öll sammála það að grunnurinn að góðu samfélagi sé gott nám og einhvers konar funksjónalt heilbrigðiskerfi og svo samfélag sem hlúir að velferð okkar bæði líkanlegri en líka við erum andlegar verur og mér finnst alltaf verið að svona kroppa í þetta og oft þegar við erum að meta gæði tilverunar þá setjum við einhverja kvarða á það sem virka ekki. Við getum ekki metið svo margt út frá þeim kvörðum sem við reynum að meta allt út frá í dag. Skilurðu, einhverjum tölum og það virkar stundum og þetta á sérstaklega við nám, lestur og svona, og mér finnst vera einhver svona þróun í samfélaginu til þess að leið við höfum áhyggjur af minnkandi lestri, minnkandi einbeitingagetu, athyglisbresti, færri stöðum þar sem við getum hist án þess að vera að kaupa einhverja þjónustu, þá erum við alltaf að höggva líka í þessar grunnstóðir sem eru menntakerfið. Bókasöfnin eru raunni ótrúlega merkileg fyrirbæri bara í nútíma samfélagi. Náttúrulega verða til svona fyrstu almenningsbókasöfnin í þessu sem þekki þá sögugjálfa en það orðið talsveit síðan. En maður sér ekki almennilega fyrir sér að svona stofnanir yrðu til í nútíma samfélagi. Nei,
það ég sammála. Skilurðu, þannig að og svo náttúrulega Landsbókasafnið er náttúrulega sérstakt safn, en það sem að gerast að sko, þetta eru staðir þar sem að almenningur getur verið, borgar eitthvað lágt gjald á ári, það var aðgengi að allir þessari þekkingu en svo eru þau farin að vera líka einhvers konar svona líka við neyðarskýli fyrir fólk sem á ekki önnur hús oft að venda og þar kemur nýtt álag og það útskýrir náttúrulega þetta með öryggisverðina þannig að ég skil að þetta er mjög svona margbrotið og flókið mál sko. Þú ræddir dystopíu í þessu samhengi. Já, en náttúrulega í grunninn er það dystopíst ef þú ferð á bókasafn og aðalatrið er að ríkið gæti öryggis þíns á bókasafninu frekar en að vera með sérfræðing sem getur ráðurlagt þér skilurðu að leita bókum einhvern efni eða rætt við þig. Það er náttúrulega mjög dystopíst og fyrir þá einhver spurði nú reyndar hvað áttu við með dystopíu fyrir þá sem ekki þekkja það útópía og dystopía. Útópía er svona einhver staðleysa það sem allt er í rauninni stefnir í þá átt að vera fullkomið en dystopía er það ekki eitthvað svona það sem að einhver útgáfa veröldinni það sem er búið að skrúa upp eitthvað ókvænlegt og búa til eitthvað svona samfélag sem einhvern veginn er mjög ókvíkjandi eins og til dæmis svona þetta svona öryggissamfélag sem við erum náttúrulega miklu meira farin að búa í en við áttum okkur á þetta vera að taka okkur upp líka við hvert sem við förum þó að sé nú kannski skárra hér á Íslandi við annar staðar. Já, en samt sko það er víða vegið að vitsmunum sko, finnst manni. Já, það er það. Já, fyrir ekki þau, ég er bara haldt áfram. Ég er búin að tala svo mikið, ég ætla ekki að hafa þér orðið sko. Nei, ég bara er sko ég er náttúrulega komin af léttasta skeiði, ég er svona grumpy old man sko, sem öskrar upp í skíin en ég hef fylgst með skólagöngu barnana minna alveg frá sko 1990 núna til 2026 þetta er langur tími, þetta er 36 ár sem ég hef átt verið með barn á heimilinu sem annarkvæmt hefur verið í leikskóla eða grunnskóla og ég segi ekki góða sögu af þróun mennta í þessu landi í gegnum það hvernig ég hef séð námi barnana minna vinda fram. Mér hefur fundist sko, kannski komin aðeins út úr þjóðabóklöðinu þarna en mér hefur fundist að það sé margt sem bendir til aukinar stéttaskiptingar, vitsmunalega stéttaskiptingar með þeim hætti að heimilin séu einhvern veginn orðin allt önnur en þau voru áður að þessi tími sem gafst til þess að hlúa aðeins að barninu jafnvel kenna því að lesa og skrifa og allt þetta áður en það byrjaði og svona sko en svo var bara regla hjá minni kynslóð og þeim sem voru eldri en ég er af sko bláfátæku verka og bændafólki komin en mamma kendi öllum börnum hennar að lesa 4 ára gömlum og það var bara svona mikið bækur og umræðu það sem skipti máli, dygður og svona einan veggja heimilana þannig að sko þegar ég horfi aftur þá finnst mér eins og að börnin hafi verið að einhverju leyti staði í jafnfætis þegar þau komið fyrst í skólan og hafi svona fengið mikið nesti frá heimilunum en núna finnst mér þetta nesti sé orðið svo mismunandi að í stað þess að ég ætla að ráðast á skólana og menntastofnarnar þá held ég bara að þjóðfélagsbreytingarnar inn á heimilunum séu svo miklar að það sé að mörguleiti bara mjög erfitt fyrir skólana að gæta þessi jafnaðar sem að þeim er ætlað að gera. Já, ég held að það sé alveg rétt sko. Ég sé þetta ekki endilega bara samt svona að þetta sé stéttskipt, það er það einhver leiti, þetta er líka bara samfélagsbreyting almenn sko. Af því ég held að það sé svo sem alveg sama oft hvaða, ef við hugsaum í Íslands samfélag þannig, hvað stiga samfélag sem þú kemur, þú veist, á mörgum heimilum þú veist, það getur verið eitthvað svona velbeiðandi heimili en það er ekki endilega eitthvað menningarheimili eða lögð áhersla á bókina eða tónlist held ég, það er alveg sami asinn. Ég held að sé óbæðslega bara álag á fjölskyldur oft minni tími fyrir oft fólk saman og það sem bara grunnurinn ástæða fyrir því held ég að ég hef áhuga á bókmenntum og listum
og tónlist og myndlist og öllu þessu er líka áhugi á manninum og samræðu og svona samveru stundum og það er náttúrulega kjarnin í námi og bókasafninu eru hluti af því, staðir sem við hittumst og þetta er svona hof til heiðurs sko hugsun mannsins og það er gaman, þar eru við að spjalla og leika okkur með hugmyndi, þú veist, það er oft eins og það sé svo mikið eitthvað svona, krakkar kvíða því að þurfa að lesa heila bók, það er alveg hræðilegt, skilurðu, en það er bara gaman, já, það er svo mikið þú tökum á því og það þarf náttúrulega að gera það skemmtilegt, en ég held að þetta sko að þetta, þú veist, við erum orðin svolítið tætingsleg, mikið álag, við erum alltaf í skjánum og eitthvað svona, við kannski sjáum ekki lengur hvaða hag eða ávinning við höfum að því að vera til dæmis vel lesin maður heyrir miklu sjaldnar talað að fólk sé vel lesið í dag ég veit ekki hvort það hefur tekið eftir því það var bara svona, hann er mjög vel lesin og það er svona, já, það er frábært maður heyrir ekki sem ekki talað þetta að því að fólk heldur ekki gaman að fjölur fólk sko, en að það er náttúrulega breyst þannig aðgengi upplýsingum er orðið svo mikið en ef þú hefur ekki einhverja grunnþekkingu og ert vel lesin, þá náttúrulega veistu ekki hvaða þekkingu þú átt að sækja eða hvernig þú átt að sækja hana og þú getur ekki hugsað á þess að vita hluti þannig að þetta er náttúrulega allt spurningum að þjálfa upp hugsunina þannig að þess vegna þurfum við náttúrulega að halda áfram að lesa, að kenna fólki að lesa og hugsa til þess að skilji sig og skilji hvert annað og komið sér út í samfélagið með þau vopn og geti byggt upp samfélagið sem er empatía og skilningur og einhver svona langtíma hugsun. Mér sýnist staðan er mörguleiti held ég ekki góð í Bandaríkjunum við. Þau eru náttúrulega svolítið eins og við. Þau koma bara endursum skjátækjum inn í skólastofur og eitthvað svona og ég sé það alltaf svolítið bara að sé bara segjum að veri 2 blýjantaframleiðendur í heiminum og allir í öllum skólum hinsins yrðu að nota þessa blýjanta. Þetta er rosalega gott fyrir fyrirtæki sem framleiðir blýjantana. Það er sama með þessi skjátæki. Mér finnst þetta mjög skrítið. Það er verið að kenna fólki að nota söluvörur 2 fyrirtækja. En það sem við viljum er að kenna fólki að vera manneskjur og hugsa eins og við höfum gert í aldanna rás og líka kannski nota þessi skjátæki. Og ég held að í Evrópu sé miklu meiri kyrrð á meginlandinu víða. Meira svo Norðurlöndunum þau eru farin að banna síman inn í tímum og svo náttúrulega í mið-Evrópu ég held að breytingarnir séu miklu hægari það er meiri ægi í skólastofunni ennþá og það sem vantar og þetta kemur fram í þessari skertu þjónustu áherslu á bókastöðunni en þess vegna erum við að tala þetta allt af því við áttum okkur ekki á mikilvæginu það sem vantar hér er að þó að krökkum finnist til dæmis erfitt að lesa Njálu þá á bara að leggja fyrir alla Njálu og segja bara þið hafið 5 vikur til að lesa hana svo er bara próf og krakkarnir falla þá bara allir eða þeir fá tækifæri til að lesa Njálu fatta þeir geta það alveg og þroskast og eflast það er þessi linkind gagvart sko, hvað íþróttirnar einhver segir ég get ekki hlaupið yfir allan völlin ég er svo þreyttur þá segir þjálfarinn ekki þá bara hleypir þú bara út af miðjunni og svo held ég á þér restina. Það er það sem við erum að gera í skólakerfinu. Og þetta, ég skil þetta ekki. Ég var að hlusta á konu í Bandaríkjunum sem sagt prófessor heimspeki og henni var boðið háskóla í Tulsa að setja upp svona prógram fyrir undergraduates sem eru þá hvað eru þeir gamlir? Eru það ekki BNM-ar? Jú, svona eins og BNM hann byrja 18 ára eða eitthvað þannig og það var svona ekki aðalfag en það var svona kúrs sem fólk og hvaðan á fæið sem var gat tekið og áherslanir öll á að lesa bækur og svona í rauninni kanónu bókmenntir svolítið en þá allt frá forngrikkjum og rómverjum og svo lesa þessu alveg fram í samtíman þau eru bara að lesa bækur það er það sem að ungu fólki ávist að þykjast og ofbóðslega erfitt. En hún sagði náttúrulega, þetta var miklu vinsælla en hún bjóst við. Krakkarnir dýrkuðu þetta. Þetta var allt öðruvísi en hinn fögin að þetta var svona sókratísk samræða og svona bara þroskar eitthvað annað. Og svo var þetta náttúrulega skorið niður þegar kom einhver nýr yfir skólan. En það var ekki vegna áhugaleysi hjá krökkunum. Það var ekki vegna þess að þau gætið ekki þó að það sé alltaf það sem er sagt það var vegna þess að einhver mælikvarði á þú veist, væntanlega peningana það stangaðist einhvern veginn á við hann
en krakkarnir vildi þetta, þeim fannst þetta frábært, þeim fannst þetta styrkja þau á öðrum sviðum sem voru að læra, segir þessi kona, ég náttúrulega var ekki þarna og ræddi ekki við krakkana, en ég bara held það að þegar krakkar fá loksins tóm til þess að vera á bókasafni eða vera í skóla, fá að lesa, fá að reyna á sig, ströggla við eitthvað, taka þroska, tekur oft langan tíma, þá dýrki þau þá upplifun alveg jafn mikið og fyrir kynslari þegar maðurinn hefur ekkert breyst. Við erum að, við séum að neita fólki þessi lífsgæði. Það er það sem ég óttast, sko. Að við séum að segja að þau getið ekki, þau viljið þetta ekki. Þau viljið þetta alveg. Þú veist, ég held það. Þannig að stóri vandinn við þessa hugsun að þetta sem þú nefndi með Njálu, að það væri bara fyrirlögn, verkefnið er bara að lesa Njálu, þið fáið þarna next tíma og svona. Stóri vandinn við þetta, við þessa göfugu hugsun sem ég er algjörlega sammálaðir með að við þurfum aftur að lifta, að sko manni skilst að séu bara svo margir sem eru ólæsir, og einn vandinn er hve hátt hlutfall nemenda í skólum er af erlendu bergi brotið. Já, heldur ég ætlaði að koma inn á það mitt. Já, og sko þetta er ekki einfalt. Ég hugsa að sko ef við myndum ákveða að hafa þetta svona eins og þú ert að ræða, þá tækið alveg bara mörg ár, áratug kannski, út frá því hve bjargirnar eru. Ég segi með þú sett kennaröð með nemendur, 20 eitthvað nemendur og kannski 16 með sko íslensku sem annað tungumál. Akkurat. Þetta er bara algjörlega fordæmalaust íslenska samfélagi. Já. En við Íslendingar erum oft svolítið þannig að við erum ekki með djúpa tradisjón á mörgum sviðum. Við erum svo ung þjóð sko, sem svona þjóð í einhverju svona nútímalegri mynd. Já. En við viljum alltaf gera svo vel og vera góð og til dæmis taka við fólki sem við eigum að gera, en við verðum þá náttúrulega að hafa innviðin að gera það vel svo að brotni ekki allt í okkur. Já, við verðum að hafa, hvað mann segja, þjóðarviljan, við verðum að hafa samfélagssáttmálan að sko núverandi ástand gangi ekki. Nei, og maður finnur til með kennurum sem standa frammi fyrir þessu verkefni. Þannig ég skil það náttúrulega, þeir séu bara þeir eru bara oft ráðþrota held ég sko. Já, þeir eru það. En svo heyrir maður sko að þeir séu að lesa bækurnar fyrir nemendur í staðin fyrir að nemendur lesi þær. Það var einhver kennar að segja frá því sko. Og þá er þetta orðið svolítið sama sko, þú veist, krakkarnir að læra að synda en sundkennarinn er í rauninni með því í fanginu að synda, skilur yfir. Já. En þú veist, og vissuleiti er það fallegt, en það er náttúrulega einhvern veginn almennileg lausn á þessu, en þá er þetta skóli án aðgreiningar, þá kemur það inn. Já, ætla að sé eitthvað til í lífinu sem gefur því gildi, raunverulegt gildi, án þess að þú þurfir að hafa fyrir þig? Nei, bara enga veginn sko. Nei. Bara ástin er bara vinna og stundum bara bardagi og þetta fórna einhverju fyrir annað og það er sama með að ætla að ná árangri á einhverju sviði, þú verður bara að leggja mikið á þig. Og það er annað sem ég hef svolítið áhyggjur af er sko að ef við forðum til dæmis yngri nemendum eða yngra fólki frá því að sko upplifa sko að þau get ekki eitthvað, þau kunna það ekki og það er svo bara þurfa þau ekki að leggja það á sig að þau fá ekki tækifæri til þess, það er bara einhvern veginn og svo koma þau út í lífið. Hvað þá? Nei, ég meina þú veist það eru lögfræðingar að útskrifast sem fá ekki vinnu af því að það má ekki gefa þeim vondar einhvernir í laganámi á Íslandi í dag af því þau eru að borga fyrir námið og þetta er náttúrulega bara söluvar árið eins og hvað annað. En svo ræður þau enginn í vinnu því þau eru ekki búin að, það er ekki gott fyrir þau. Þar er þeim ekki sýnd virðing. Veist, þetta er bara eitt dæmi, skilur sem ég þekki frá þeirri stjætt og mér finnst ekki alltaf tala þessa hluti alveg bara á einhverju svona mannamáli og einfaldan hátt sko. Nei, við erum bara alls ekki að tala þetta og sko óttin að eitthvað geti komið fyrir áhyggjurnar af því að eitthvað geti farið illa, þessi hugsun er náttúrulega stór varasöm og sko það sem að ég tengdi við fæsluna þína sko aukna öryggisvörslu á þjóðarbókhlöðinni en minna vit því að það er svolítið samtíminn, stundum finnst manni sko. Það er svolítið samtíminn að mér varð hugsað til allar áherslur
áherslunar á öryggi og að koma í veg fyrir að einhver gæti móðgast eða einhverjum gæti liðið illa. Þetta náttúrulega bara búið að taka, mér líkur við að segja, sko, sjálfan kjarnan úr lífshugsun okkar að miklu leyti. Til dæmis það að verða þreyttur. Hvort sem þú ert að lesa bók eða hvað, þú ert að hlaupa 10 kílómetra eða hvað þú ert að gera, sko. Að verða þreyttur og slaka svo á og finna vellíðunina sem fylgir því að þú lagðir það á þig að verða þreyttur og svo hvílistu og þú sefur. Þetta að miklu leyti bannað í dag. Að skapa þær aðstæður að börn og ýmsir aðrir verði þreyttir. Að verða svangur. Hvað betra en að verða svangur? Og það myndast þessi spenna í líkamannum og einhver svona tilfinning sem ekki nógu góð og svo svalarðu henni þegar þú borðar, saman með þorstan. Að verða þyrstur og svala svo þorstanum. Hver er andstæða þess? Það brúsin. Það þessi síbrúsi. Ég skrifaði þetta fæslu það einhvern tímann líka. Þú þolir það ekki? Hún fór út allt. Þolir það ekki frekar en ég? Mér finnst þetta bara brúsin sem meiri segja í sundlögun og þá fólk eigrar með brúsan, sko. Já, eigrar með brúsan og þetta allt saman, sko, þetta einhver útþynning allra hluta. Þú ættu koma í veg fyrir að eitthvað verði og með því gætir orðið þyrstur. Já, og þetta svo í umræðuefnum okkar, áherslum, vitsmunalegum áherslum og bara öllu daglegu lífi. Já, en þetta mikið, sko, líka á svona íslenskum skrifstöðum þá eigrar fólk með þessu stóru brús og ég tek fram viðkvæmu tilfinningar hýslur. Ég ekki að gera grína ykkur, fólk má bara gera það sem það vil. En það má grínast með allt, af því að það svo mikil kærleikur í því að grínast með hlutum. Það líka eitthvað sem við erum að gleyma og það held ég eitthvað sem kemur með bókmenntum og hugsun og alltaf hugsun og mólugum áttum. Ef þú ert að grínast með eitthvað, þá ert ekki að gera lítið úr því oft. Þú ert ekki að, sko, ég ekki að segja þið eru asnaleg. Mér finnst það bara fyndið, mér finnst margt mjög fyndið. Og þú sérð fólk eigrar skrifstofurýmin með þessa risastóru brúsa eins og það sé stöðug hætta á einhverjum vasskorti og þurrki og þú veist það eru kranar út allt og glös og bara svona við aldrei verið jafn öruggum aðstæðum og við hér á Íslandi þar sem bara rennur vatn úr krananum en einhvern veginn gerist þetta og hérna, já, en við erum alltaf komin Nei, ég held að það tengist allt saman og sko farðu með börnið þín 5 eða 10 ára gömul í fjallgöngu og ekki setja neitt vatn og enga samlok og engin orkustykki í helvítis bakpokan einmitt, bara smá hörk og sjáðu blikið kvikna í augunum á þeim í ferðalok þau hafa gott Þetta mikil áskorun fyrir foreldra held ég í dag Af hverju? Af því að það er í kringum þig alltaf, það er alltaf, þú getur ekki farið með, Íslendingar er náttúrulega skrýtnir, borða svo mikið sykur, það er alltaf nammi, það er nammi allstaðar og þú getur ekki farið með börnin út úr húsa eins og einhver kom og gefið þeim nammi, eða þú ferð á eitthvað svona sem tekist íþróttum og það er einhver uppskýrháttið eitthvað og svo eftir þá bara endalaust af nammi og kökum og gosi og svona, það er alltaf verið að einhvern veginn gefa eitthvað svona endalaust, sko, sem bara fínt, en það væri líka að gefa þeim eitthvað annað, eitthvað hollara. Þannig að það alveg áskorun að koma það er áskorun að koma fólki í það umhverfi að skjárinn sé ekki sínálægur og það sé ekki einhver brjálæðingur að gefa þeim nammi þú þarft helst að fara upp á hálendið og það pott einhver þar með nammi handa barninu, sko, bara finnur þig en hana, þetta er stöðu áskorun ég samt ekki alveg sammála með, sko, með hreyfinguna af því að mér finnst það svo áhugavert það er svo mikil áhersla á hreyfingu sem hefur engan annan tilgang en sjálfrækt að sko, það er náttúrulega gott fyrir okkur að hreyfa okkur en einu sinni, þú sérð eiginlega ekki lengur á Íslandi mannesku sem er bara svona grönn og í svona fínu formi vegna verklerar vinnu fólk er annarkort bara svona, svolítið svona með svona smá svona setumíkt kissetumíkt eða bara svona rosalega svona líkamsræktar þjálfað ég bara teki eftir þessu og það er allt í lagi fólk má bara vera eins og það vill en þetta er áhugavert að við hreyfum okkur á Íslandi eiginlega bara til þess að rækta líkamann sérstaklega í ræktinni að fara út að hlaupa eða eitthvað eða þá við gerum það ekki fólk lappar náttúrulega lítið hérna í borginni og svona og
og við erum á bílunum og eitthvað en ok, það er bara allt í lagi, það er frábært að rækta líkamann og mér finnst mjög mikilvægt að gera það reyna að finna tíma til þess en það er sama með eins og lestur það er næstum því eins og þú þurfir að réttlæta það að sitja og lesa bók eins og það sé einhvern veginn ekki athöfn skilur, ég held að það veri Ian McEwan rithöfundur sem ég man svo vel eftir fyrir mörgum árum, hann sagði stundum síðdegis þá var ég ennþá í vinnunni en ég sit bara og les og þá finnst fólki oft eins og geti komið að trufla með því ég sé ekki gera neitt en ef hann væri skilur á hlaupabretti í ræktinni þá kemur ekki einhver og segir við hann heyrðu, viltu koma á, hann er upptekinn þú ert jafn upptekinn ef þú ert að lesa bók og það er bara það sem þú ert að gera og það er jafn mikilvægt og Guði sé lof fyrir það fólk sem les og hugsar skilurðu, það er oft dýrmætara en sá sem Guði sé lof fyrir alltaf fólk sem hleypur og hlaupabrettum landsins en þú veist hvort er mikilvægara í rauninni það er náttúrulega bara gott að gera hvort ekki þannig að mér finnst bara þessi áhersla á það að við leyfa fólki að vera í tómi þess að það færa að hugsa færa að lesa mér finnst það bara, það er og svo hitt þetta eins og það sé oft eitthvað svona gauf, þú veist, jafnvel að skrifa ég næs ekki alveg, en það er ekki gauf og markaðurinn er einn að ráða því hvort það er réttlætanlegt já, það er náttúrulega markaðurinn gengur náttúrulega ekki upp þar og kannski ef þeir sem er að hampa, þú veist, einhver einni hugmyndafræði læsu aðeins meira og aðeins viðtækari hátt skilurðu þannig að en ég tók eftir því sko, það var eitt orð sem að ég hjó eftir þannig sem að nota talar sko minkandi áherslu á vitsmunagreind farðu aðeins yfir sko lestur og hugsun segir og hertar áherslu hvað var það vöktun og eftirlit með okkur farðu aðeins yfir það með mér hvernig þú skilgreinir vitsmunagreind versus þá kannski einhverja aðrar típur af greind Já, en sko hann vantar ofta á íslenskuna svona bara orðið intellektual sem er náttúrulega bara skammarir það á íslensku við eigum, þú veist, mannvitsbrekka og viti og eitthvað svona það hefur eiginlega aldrei mátt vera klár á Íslandi af því að þá ertu í rauninni einhvers konar trúður. Og á þessu spratt hérna orðtækið að sjaldan verði bókvitið í askan og látið. Já, akkurat. En það voru náttúrulega bara mótaðist af aðstæðum á Íslandi á þeim tíma. Og þetta er náttúrulega alltaf öðruvísi, þú veist, í Frakklandi, Þýskalandi og þessum löndum, þá þar sem að fólk getur líka rignur oft upp í nefið á fólki, en það er samt skilur borin ennþá virðing fyrir þessu. En ég hef séð það líka gerast í Bandaríkjunum og þar að þessi svona public intellectuals sem voru til, svona opinberar vitsmunaverur, getur þýtt það einhvern veginn þannig, þær eru á hverfanda hveli. Það er eiginlega bara grínistar sem gegna þessu hlutverki í dag. Mér gott dæmi er sko eins og Susan Sontag, bandarískur rithöfundur hérna í New York sem var líka bara svona kultúrfígúra. Tóru Vilhjálmsson, ömmubróðir minn var eiginlega svona típa á Íslandi, sko. Þau voru náttúrulega bæði rithöfundar, en þau voru meira en það. Þau voru alltaf á listasýningum, í bíói, alltaf að upphefja menninguna og það var ekki síður hlutverk þessa fólks. Svona fólk er að svolítið skortnu skammti í dag, en hins vegar eru grínistar að gegna svolítið þessu hlutverki og það er frábært og grínistar eru oft mjög klárt fólk og grín er kannski bara æðsta stig vitsmuna, gott grín. Að geta séð og við hlæjum saman og við eitthvað svona en það er samt pínu uggvænlegt að við getum aldrei talað svona djúpa hluti án þess að við hlæjum að því eða hlæjum með því eða hvernig sem það er þannig að þetta er eitthvað sem ég teki eftir og vitsmunagreind er þá sko tilraun hjá mér til að þú veist bara svona að þýða svona eitthvað svona intellectual bara skilurðu einhverja svona pursuits á ensku verið það skilurðu eða þú veist bara einhver svona það sem hefur rauninni bara eins og við séum í ræktinni að þjálfa upphandlegsvöðuna þá erum við í heila ræktinni að hugsa og þú þarft, ég er gott dæmi það, þú þarft ekkert að vera eitthvað ofboðslega klár til að gera þetta. Ég er miklu hugmyndaríkari en ég er klár, finnst mér. Skilurðu, sumir eru ofboðslega klára á einhverju vissu sviði og geta alveg svona, skilurðu, og ég er ekkert að gera lítið á mínum vitsmunum. Þetta er þetta hluti af gríninu líka. Þú veist, en skilurðu, við höfum þetta öll. Alveg svo allir geta hreyft sig. En við erum svolítið hrædd við þetta og smeyk. Og mér finnst það ekki gott og þetta er sama með að þú veist við tölum síður að einhver sé
vel lesin og svo höldum við að einhver gervigreindar tól sem eru bara til margra hluta brúkanleg eða það sé hægt að finna allar upplýsingar það sé einhvern veginn að efla okkur en upplýsingar og viska eða eitthvað, þetta bara ekki sami hluturinn. Nei, ég nefnilega mjög ánægður með sko að þú varst að tala heilan áðan sem vöðva og hérna einn vinur minn sálfræðingur hann segir að hann líti bara á heilan sem vöðva ef þú notar hann ekki, þá visnar hann það er þannig og hérna ólík svæði í heilanum náttúrulega já, og sko af því að mér finnst ég upplifa tíma þar sem að ég heyri ekki í mörgum málsvörum menningar og þess sem þú myndir kalla vitsmunagreindar heldur eru þetta sko þetta eru hagsmuna þeir sem tala menntun eru þeir sem hafa hagsmuni að því að tala menntun en ekki hinn almenni maður. Bara umræðan hefur bara algjörlega farið í þá átt í dag og nú er ég ekkert að segja að það með ekki þrífast líka og það á að þrífast líka en ef þú skoðar þá fjölmiðl okkar sem enn högt áfram og við þurfum náttúrulega að styðja vel undir það er bara mikil sorgarsaga og það er efni og heila marga þætti en sko þá eru skrifin og svo stórum stíl næstu einvörungu bara það sem eru fulltrúar einhverja hagsmuna fyrirtækja eða þú veist einmitt kennarar eru að fjallumál kennara en aðrir láta sig það síðu varða og það er líka smá óþægilegt og þessar opinberu vitsmunaverur sem vorum að tala og bara rithöfundar til dæmis en bara allskins fólk sem hugsar það er að endurskoða allt og horfa á stóru myndina en það er bara eins og vettvangurinn fyrir þetta hann er ekki mjög stór í dag og það er eins og fólk sé oft svolítið hrætt líka ef þú segir eitthvað sem stangast kannski aðeins á við hagsmuni fyrirtækisins sem þú vinnur hjá en kannski til langstíma er líka í þáu hagsmuna að við erum að hugsa fólk veirar sér við þetta og þannig að við erum einhvern veginn að færa samfélagið þá átt að við erum alltaf bara málpípur hagsmuna og það býr til óbúslega rörsýni og svo finn ég það bara ef maður er að tala eitthvað svona stærri hátt þá er fólk þakklátt fyrir það. Já, það er þannig að Ert þú stúdent frá MR sjálfur? Já. Þú segir MR jafnvel tekin að auglýsa námið verði auðveldað og einfaldað eins og sig að ræða söluvöru til neytenda. Það er það náttúrulega aðsókn í MR hefur minnkað en það er náttúrulega því að hann illegi okkar ágæti ráðherra bara vænsti maður held ég steig það óheilla skref að vera ábyrgur af því að stytta námið sem hann vissi kannski ekki þá að væri örugglega vakti bara gott fyrir honum en ég hef ekki hitt ég man alveg hvað vakti fyrir honum ég tók við hann mörg viðtöl meðal annars sjónvarsviðtöl í beinni þegar hann var að gera þetta það sem vakti fyrir honum var einfallega það að fólk hafði sagt honum að atvinnulífið væri að verða svo miklum tekjum þetta væri algjör synd hvað íslenski stúdentar útskrifuðust gamlir og það væri hægt að gera atvinnulífið svo miklu skilvirkar og öflugar og við myndum græða svo mikið pening á þessari breytingu þetta voru vill náttúrulega fá vel menntað og gott fólk til langtíma þannig að þeir glemdu að pæli því já en það er bara það sem atvinnulífið þarf að gera þess vegna þarf þessa umræðu og atvinnulífið bara veit það alveg að því ég þekki mikið af fólki atvinnulífinu eins og þú sem er mjög þengjandi og oft vel lesið fólk en þá sem betur fer. Þú er það að auglýsa það í dag? Já, ekki kannski undir formerkjum fyrirtækisins en kannski það sjálft sko talar þannig held ég en af hverju var þá ekki bara grunnskólinn styttur ég man það bara sjálfur maður var að hjakkast í sömu hlutunum aftur og aftur í grunnskóla 10. bekkur er bara óþarfur segja óbúslega margir nemendur en ég veit það alveg eins og MR ég var á eðlisfræðibraut í MR þó að mínu styrkleikar hafi nú frekar kannski alltaf verið tungumálinn og það allt gott hjá þér að fara í hina áttina já ég veit það ekki en og það var 4 árum og svo var ég líka í leiklist og hljóðfæranámi og var í fótboltanum ennþá alveg á fullu og svona, þetta var náttúrulega rosalega mikið og gerði mér gott og byrja alltaf þess ábyrgð en þetta nám, það hefði ekki verið hægt að tróða því niður í 3 ár enda hefur námið verið skert og núna tala allir þá líka háskólakennarar að námið sé skert og ég hef bara ekki enn hitt þá mannesku sama hvaðan hún kemur sem er á því að þetta hafi verið okkur til framdráttar. Ég bara segi sömu sögu. Því miður. Akkur er ekki bara ekki atvinnulífið, því fullt af fólki atvinnulífið, það er ekki nákvæmlega. Þetta sé gott að því nú kemur fólk út í atvinnulífið og það er ekki eins vel undirbúið. Já.
Þannig að þetta dæmi pólitískt hugleysi að sko, við erum öll sammála að þetta voru hræðileg mistök. Við erum held í öll sammála að það nær að stytta á grunnskólanum. En pólitík bara þannig að þú þarft að fá atkvæði hjá kjósendum og segir það sem kjósendur vilja heyra daginn áður en þeir fara á kjörstað þú veist, og við Íslendingar erum náttúrulega alveg sérstaklega sko svona sögulega séð af ástæðum sem ég held að ég sé bara mjög eðlilegar skýringar. Við erum ekki góð í langtíma hugsun og strategíu til langstíma. Við erum vertíða þekkjandi. Og að þú berð okkur saman til dæmis við bara svona lönd sem ég þekki ágætlega eins og þú veist Frakkland og Sviss og eitthvað svona, það sem allt bara einhverju kerfi og löng tradisjón og svona. Þá erum við oft, en það líka okkar styrkleiki. Já, líka okkar styrkleiki. En það eins og við séum komið núna á einhvern svona vendipunkt með, sko, við erum, sko, agaleysi í skólum, áhyggjur af náminu, staða bara tungumálsins okkar og þú veist, verðbólga hér á landinu, stress og álagið á fólk, þú veist, og geta bara sest niður með barninu sínu og kennt því að lesa á þess að vera alltaf með áhyggjur á næstu mánaðamótum og allt þetta. Ég held að við 500 manns að reyna að ná í þig akkurat bara á þeirri mínútu. Svo sendir þér einhver skilaboð og þú ert ekki búin að svara eftir hálftíma þá bara við komandi búin að slíta við öllu sambandi. Það eitthvað svo mikið einhvern veginn, við svo skrýtnum tímapunkti að svo við komum aftur að upphæfinu, ég held að við þurfum bara stundum að stíga inn í bókasöfnin og anda rólega og nú þar góðir öryggisverðir sem vend okkur og bráðum bara kannski búið að setja upp ísbúðar og vera kyrr, staldra við. Já. Sko, það líka ekki margir málsvarar þessara sjónarmiða sem að við höfum verið að impra á hér til dæmis inn á Alþingi. Nei. Það mjög einsleitur söfnuður þingmanna og það alltaf endalaust verið að tala um peninga. En það ekki verið að tala um það sem að liggur þar undir og umræðum listur og menningu, hún sennilega mest öll peninga. Já, hún það og það þarf að sanna fram að hagrænt gildi menningar og eitthvað svona og það allt í lagi, en ég held að fólk skilji ekki alltaf hvað það að tala um þegar það talar um peninga. Veist, hvað eru peningar? Sko, ef við byggjum falleg hús í Reykjavík þá líður fólki betur. Það vill frekar búa í Reykjavík og það held ég að fari síður inn jafnvel, stór orð, á geðdeild eða spítala. Ekki síst ef það með græni blettir í kringu. Já, ef það græni blettir og náttúra, þetta kostar allt peninga. Þetta ekki, sko, framkvæmdaraðilinn hefur ekki augljósan, sko, haga þessu árið eftir. Reyndar ef hann strandar með fullt af íbúðum sem hann getur ekki selt, af því það ekki birta, þú veist. En þetta spurning um peninga. Eða ef við mentum fólk sko líka í svona húmanískum fögum þannig að það læri að tjá sig skilja tilfinningar takast á við erfiðleika svo það fari ekki í kulnun og þurfa að hætta í vinnu í 1-2 ár og atvinnureikandinn, það ekki gott fyrir hann. Ef þessi manneskja hefði kannski átt sko meiri samræður innan fjölskyldunar við vini, kynni að tjá sig hefði þessi tól þá kannski myndi það skila sér. Þetta einhvers virði í peningum, það ekki hægt að mæla þetta. Og ég held bara að þegar við erum að tala um peninga, þá séum við með svo þröngan skilning á hvað peningar eru, af því þetta tengist allt. En við getum ekki hort svona langt, sko. Nei, sko... Ég þurfti eiginlega að hlusta á allt sem ég búin að segja og gera neðamálsgreinar og gloppurnar og þetta svo... Þetta á bara að vera kjaftaspjall hjá okkur. Þetta má ekki vera óvísindalegt. Nei. En sko, ég held að mér verð á morgun með beina útsendingu hér á Samstöðinu klukkan 16 með nokkrum Íslendingum og þar verður eitt umræðuefni okkar sko hvernig það gat orðið að lögga sem mögulega kveikir í geðsjúkum einstaklingi með að beita rafbyssu á Suðurnesjum og sá einstaklingur liggur bara milli heims og helju með 50-60% brunasára á norskum spítala eftir það að hvernig gat það gerst að engir þingmenn í svona
þú veist, hvort það er störf þingsins eða óundirbúið fyrirspurn eða svona, sko, hvernig gat það gerst að ekki einasti þingmaður núverandi tók það mál upp. Þetta er eitthvað svona mál sem snýst alveg sko rosalega mikið grundvallaratriði sem kallar á djúpa hugsun og svona allsherjar pælingar. Stertir á örygginu líka. Já, líka öryggi. En getur ímyndað þér sko hvað píratarnir þegar þeir voru öflugastir og fleiri svona litlir flokkar sem voru alltaf að hjálpa okkur að fá hérna balans, veist, það var svona einhver straumur, einhver mainstraumur og svo kom eitthvað mótvægi og mótvægi var aðeins minna heldur en mainstraumurinn, það var ekki aflmikið en maður fekk samt skilurðu hérna einhvers konar mótvægi. Núna er ekkert mótvægi. Nei. Ég svo sem ég vil fara eitthvað meira inn í þetta mál sem ég þekki ekki nógu vel sko, þá held ég að líka að þessi svona fólk veigra sér miklu meira til að taka afdráttarlaust til orða í dag af því að það er allt svo mikið tekið úr samhengi, það er allt tekið upp, því er öllu dreift skiluru á samfélagsmiðlum á netinu. Veistu hvað ég var að heyra núna í vikunni? Að hérna krakkar á tilteknu aldurspili, þeir eru að stóruleyti hættir að þóra að dansa. Já, það er þannig. Skólaböllum. Já, því það er tekið upp og svo gert kannski grína. Já, mögulega, og þá ertu bara hérna komin á internetið með aðstæðanlegt dansspor. Krakkar dansa ekki mikið lengur, sko, sem er mjög leiðilegt. Hræðilega sorglegt. En ég tók eftir þessu, ég var á ferðalagi útlöndum og fullt af ungu fólki á einhverjum stað og það var enginn að dansa nema við. En ég veit, en ég held að síminn alltaf stöðvar þig svolítið og heldur þig niðri, en það er allt þetta að dansa, lesa, tala, spila og bara svona aðeins bara svona get ekki of alvarlega. Við einhvern veginn, þetta er og ungu krakkarnir kvarta yfir þessu, þeim finnst það mjög erfitt og ungt fólk líka þegar það er sem bara ungur kallmaður sem langar að tala við konu, hann kann það ekki að því hann er aldrei talað við konu áður skilur eða bara búin að vera mikið í tölvuleikjum og það er allt í lagi en bara þú veist, við þurfum að rækta alla þessa hæfileika hann þorir ekki að gera því ef hún hafnar honum þá er það kannski tekið upp á myndband og svo er gert grín á honum. Þetta er svakalegt og þetta er náttúrulega mjög grimmdalegt þetta er líka þetta eftirlits þú veist, að því að við verðum öll að fá að gera mistök og vera manneskjur og svona og ef við erum ekki að lesa og hugsa líka og fatta hvað manneskjan er margbrotin og flókin þá er það ennþá erfiðara að skilja að það er þannig. Já, við erum náttúrulega öll meira með einhverjum panoptikum hérna vítarhing, bara Foucault hérna sjálfskeipiðu helvíti Nei, það er bara þannig en hérna, ég veit að þú hefur ekki mikinn tíma hérna, ekki mikið lengri tíma til að spjalla við mig en sko hvað getur við raunverulega gert? Þú veist, hérna mann er sagt að maður er að byrja heima hjá sér og hérna, hvað ert þú að gera? Svona til þess að til að reyna að laga þetta ég náttúrulega, þú veist, innan börni mínu náttúrulega mikið af bókum og svo er ég að reyna alltaf að hvetja þau til að eins og hún Alma dóttir mín teiknar óbúslega mikið og alltaf það er fann að gera það líka og svona sko spila á hljóðfæri og gera allt þetta sem er svona áþreifanlegt sko en auðvitað eru þau líka stöðugt að biðja að fá að horfa eitthvað í skjánum og svona og það er allt í lagi líka og þau hvíla sig og þau eru tvítengt og heyra þá þú veist læra hitt tungumáli betur og svona og alls konar en ég hef náttúrulega verið bara fyrir nokkrum árum þá ætlaði ég að fara meira út í einhver svona actual svona lofslagsbaráttu störf en svo ákomst ég á þá skoðun að minn styrkur væri miklu frekar skrifin að tala og allt það þannig ég til dæmis gátt bók sem heitir Stríð og kliður fyrir nokkrum árum og mikið talað hana þar fjallaði ég náttúrulega líka tæknina sko og svo er ég bara það að skrifa svona sem er svolítið hlálegt líka að vera að setja einhverja færslu á Facebook skiluru sem er náttúrulega þá ertu að tala inn í gímaldið sko en þá kannski eins og svona færsla 50-100.000 manns sem lesa þetta þú veist og fjölmiðlum og það fer einhver umræða á stað auðvitað skipti það einhverju máli ég var rosalega mikið á þeim stað að mér fannst þess að ég þurfti stöðugt að vera að gera ég tek á til að taka svona mjög nærri mér og finnast ég þurfa persónulega að gera eitthvað og svona eftir því sem ég orðið eldri þá ég reynt að vera aðeins mildari við mig af því að ég get náttúrulega ekki hamast lón og dón við að bjarga heiminum eins og svo margir vilja gera, það er ekki mitt hlutverk það er náttúrulega líka mjög megalomanist og skrítið ég er ekki að segja að ég hef hugsað alveg þannig
en það að láta sig þessa hluti varða og eitt sem ég geri mikið sem ég finnast Íslendingar gera furðu lítið er að ég tala og grínast bara í ókunnu fólki og tala, skilurðu, einhvern tímann langaði með að skrifa bók eða gera heimildamynd sem heitir Talaðu við alla, þar sem ég fæ það markmið, fæ það sem sagt, hlutverk eða verkefni að þurfa að tala við alla sem ég hitti í mánuð, bara sama hver það er og svo fæ ég mínustig ef ég gera það ekki og eitthvað svona og sjá hvað kemur út úr því. En það minnir okkur á að við erum öll saman í samfélagi sem við erum öll saman að byggja upp hvar sem við stöndum í pólitík, hvar sem við erum í atvinnulífi, við erum bara samfélag manna og þú þarft ekki að óttast einn það eru allir skilur að ströggla við það sem þetta tengir okkur og þetta spratt af því að ég hefði lesið að sko, það sem sé best fyrir heilsu okkar sé ekki að hreyfa sig, að borða gulrætur heldur raunverulega þetta að tala og tilheyra og tala við ókunnuga líka og tala við fólki í kringum okkur. Við erum bara eins og tré í skógi sko. Og ef við gerum það ekki, ef við kunnum það ekki lengur og svo Íslendingar alltaf svo feimnir, ég hef engan tolerans fyrir feimni, af því að feimni finnst mér oft vera sjálfhverfa og leti. Já, alibæ. Þú veist, það er bara að þú nennir ekki að sína öðrum áhuga. Ferðu í sund? Ég fer í sund. Það er náttúrulega, þar er síðasta við, sko. Já, það er spjallar fólk saman. Það spjallar fólk. En svo má þetta ekki heldur við ganga of langt að því ég hef alveg, fólk tekur mig stundum tali hefur ringt í mig að senda mér eitthvað og hefur lesið eitthvað eftir mig að hlusta eitthvað og vill þá fara að fá eitthvað frá mér og ég vildi vera svo opin við því fyrst en þá maður líka að passa sig sko veist, ég er ekki að segja að þú er að vera algjörlega opin gagvart öllum og alltaf að tala við alla og verður að vera með einhverjar varnir líka en ég held að ef við bara opnum okkur aðeins meira hvert gagvart öðru stundum þá, að því það er orðin svo mikil paranoia líka, við erum alltaf að rífast á netinu og sjá hvort annað og þetta en þetta eru bókmyndirnar, þetta er námið það er að kenna okkur að lifa saman í samfélagi, fyrst og síðast svo er ekkert mál að læra á Excel það er ekkert mál að læra á lögfræði það er leikur einn þú veist, þú þarft ekki en að læra að vera manneskja og læra að tala við fólk það tekur all ævi og ef það er vanrækt í menntakerfinu þá getur bara lært menntakerfið niður og þú getur bara lært á Excel í tölvunniðinni heima þú veist, ég er svolítið þar þetta er bara frábæri punktar og hvers virði er líf svo ég komi aftur að áhersluna á öryggið og áhersluna á að koma í veg fyrir að eitthvað geti komið fyrir að hvers virði er líf ef þú ögrar þér aldrei og ef hugmyndir okkar heiminn eru einhvern veginn þannig að við viljum alltaf vera 100% örugg. Já, það kemur líka fram í skoðanaskiptum. Þú ert alltaf að segja eins og minnst það er samþykkt. En það er allt í lagi ef einhver segir eitthvað sem er aðeins rangt eða móðgar einhvern. Ef sá sem móðgast bregst við því og bendir viðkomandi á það, viðkomandi kannski að fatta það, heyrðu þetta, ég skildi þetta ekki, núna skil ég þetta, fyrirgefðu, það eru heilbrigð samskipti. Þess vegna held ég að þú hafi notað orðið dystopía. Ég held að það hafi verið það er mjög dystopist ef við getum ekki lengur en ég held að það hafi verið húkkur til þess að líka fá viðbrögð íkjur eru náttúrulega hlutaði að vera til stundu þarf maður náttúrulega ytta og íkja og skvetta nokkrum köldum vastrópum framann í náðungan og við eigum einmitt að geta gert það annars þurfa neitt að óttast annars verður lítið fútt í þessu sko. En mér hefur fundist ótrúlega gaman að kynnast þér við höfum bara aldrei hist áður en þú var svo vænn að koma til mín í þennan þátt Sverrir Norland Takk fyrir mig Björn Já, þakka þér og endilega halda áfram að ögra og skrifa og búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spila þig og áfram göngum við götuna kæru hlustendur nýr kafli eftir andartak Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, nú ætlum við að
horfa aðeins aftur, eins og við gerum oft hérna við rauðaborðið, horfum á söguna því að það eiginlega nauðsynlegt ef við ætlum að reyna að skilja samtímann að þekkja eitthvað til sögunar. Og sögufélagið komin með nýja, það sem við kalla seríu, það sem eru svona, þetta nú aðeins á stórt til þess að kallast smárit, en gæti svo sem heita smárit. En þetta ritruð, ég held að þessi stemtaði verði alltaf 100 bindi í þessari seríu. Þannig þetta í Danmörku sem hefur svona fyrirmynd. Og þarna fenginn einn sagnfræðingur til þess að skrifa hvert rit og ég held að hugmyndir sé svo að velja svona eitthvað augnablik eða eitthvað atburð eða eitthvað og ræða síðan frá því og inn í það blandast tíminn sem að þarna og straumhvörf sem að verða. Er það ekki, Ragnheiður Kristjánsdóttir, er það ekki svona hugmyndin? Jú, ég ætla samt að byrja að því að... Sem eitthvað finnst gaman sagnfræðingurum að lesa í kannski bara fá eina mynd og lesa í hana allan andskotan eins og sagt. Taka svona einn atburð og skoða hann og setja hann síðan í sögulegt samhengi. Já, en ætlar að leiðrétta eitthvað Ég ætla að leiðrétta bara smá að því að við erum færri heldur en Danir og færri fræðimenn. Þá ætlum við bara að gefa út 40 bækur en ekki 100. Hvað er það? Já. Það er allavega stefnan, en kannski bara verður þetta svo skemmtilegt að við bara höldum áfram að skrifa þannig að við erum komin upp í 100, en 40 er svona það sem er stemt að. Það eru 2 kom út í gær og 2 kom út í haust. Það kom hérna nefnilega að ræða Hringveginn sem var svona viðburður, sem var einmitt mjög skemmtilegur að því að inn í honum var, svolítið svona, við komumst til að þeirri niðurstöðu að þetta veri svona í síðasta skipti það sem var svona áberandi metnaður í íslensku þjóðinni og allir stóðu saman. Já, var þetta í síðasta skipti sem það gerðist? Já, mér fannst það hvernig þeir vorum að tala en kannski... Já, svo náttúrulega íþróttirnar, ef við tökum íþróttirnar út þessu. Já, það er náttúrulega kannski ekki það sama eins og var 74. Það var svona búin að sigra landhelgisstríðið, haldið þjóðhátíð á Þingvöllum, hringvegurinn opnaður. Það var svona eitthvað svona hugmynd að þetta var uppskeruhátíð fyrir sjálfstæðisbaráttunar. Það var eiginlega við tölum okkur inn á það. En þú ert á allt öðru tímabili. Já, ég er fyrr og það er aðeins meira basl, aðeins meiri fátækt. Já, þannig að bókin mín heitir Þurfa menn fá mannréttindi og atburðurinn sem ég er að vinna með er breyting sem var gerð á fátækralögunum árið 1927 og snerist að ná í gegn breytingu sem að hafi verið barist fyrir lengi. Alþýðuflokksmenn hefðu barist fyrir því bara frá því að flokkurum var stofnað 1916 að breyta því fyrirkomulagi að láta alla þá sem að fengu fátækrastyrk missa kosningaréttin. Þannig að það er gerð þarna breyting á fátækralögum 1927 sem að miðar að því að leiðrétta þetta óréttlæti en ástæðan fyrir því ég vel 27 sem er ártal sem að kannski ekkert margir þekkja er svo að það var ákveðið að veita bara sumum þurfamönnum mannréttindi ekki eða kosningaréttin. 27 eða þarna fyrr? 1927 þá er ákveðið að breyta fátækralögunum þannig að bara sumir. Hverjir fengu og hverjir ekki? Hvað heldur þau? Góðu fátæklingarnir en ekki vondu fátæklingarnir. Hvernig aðgreinirðu það? Þarna var verið að vinna með hugmynd sem var mjög áberandi í svona frjálslyndis umræðinni í löndunum í kringum okkur í lok 19. aldar að það sem var svona smá saman að komast meiri vitund það að það væri ekki alltaf ástæð til þess að hegna fólki fyrir það að þurfa að þiggja hjálp. Og þá verður til þessi greinamunur að sumir þeir sem að þurfa að þiggja opinbera aðstoð, þeir gerir það af ástæðum sem þeir ráða ekki við sjálfur. Eins og? Lenda í slysi, missa maka, vera glíma við berkla eða þurfa lækniskostnað og þurfa að fá lán hjá fátækra yfirvöldum út af því. Hverju þá ekki? Og þetta voru þessi verðugu. Þeir sem að fá ekki, það eru þeir sem að voru taldir bera ábyrgð á fátæktinni, þeir sem að nenntu ekki innan gæsalappa að vinna, þeir sem voru í óreglu, drykkfelldir, feður sem að hlupu frá fjölskyldum sínum og svo framvegis.
Og fengu þeir ekki kosningarétt? Nei, og það var bara ákveðið að það væri bara eðlilegt að halda þeim utan við þessa breytingu. Þannig að þeir þurftu, það ætti enda á að hegna þeim með því að og fengu ekki kosningarétt fyrir 30 eitthvað? 34, þá var þessu breytt. Og mér fannst þetta svo áhugavert að fara inn í þetta að sjá sko hvernig vinnum maður með þetta og hvernig... Þetta er ennþá í samfélaginu að verðugir fátæklingar og óverðugir. Já. Þetta kemur alltaf inn í öryrkjaumræðuna og þetta er allt allt ennþá í okkar samfélagi. Algjörlega. Og hún lifir náttúrulega langt fram til 20. öld og alveg inn í okkar samtíma. Og þess vegna fannst mér þessi greinamennu sem þarna gerður, mér fannst þetta svona gott moment til þess að skilja svona grunnhugmyndina á bakvið fyrst fátækrakerfið sem að síðan svona smitast inn í velferðarkerfið sem að þó þykist ætlað meðhölla allra jafnt en í raun og veru kannski gerir það ekki þess að þessar hugmyndir eru svo gegnumgangandi og svo sterkar. En hver ákvað ef ég var fátækur og hafði þegið fátækarstyrk? Hver var það sem ákvaða hvort ég hefði kosningarétt eða ekki? Það var nefnilega þess vegna sem við fannst áhugavert að fara inn í þetta vegna þess að það voru fátækranemndir í hverju sveitafélagi fyrir sig sem fengu þetta verkefni. Og þessi bók sem að ég er að skrifa, hún er með fókus á Reykjavík og það er til alveg haugur af gögnum sem að fátækranemnd Reykjavíkur skildi eftir sig einstaklingarnir sem fengu hjálp, ævi þeirra, ævi fyrir skrár og svo framvegis. En líka fundagerðabækur og það sem að mér langaði að gera og laða stað með án þess að vita hvað ég myndi finna var einmitt þetta að fara og sjá bara hvernig fór fátækranemnd Reykjavíkur að því að flokka fólkið sem að... Vildur vita hvað lína liggur eða? Mér langaði bara að sjá hvernig var hægt að framkvæma þetta og það er bara að meta hver tilfelli fyrir sig. Ég meina þetta er góður þurfalingur og þetta er vondur fyrir. Þú myndi vilja taka þetta að þér? Myndi ég ekki vilja taka þetta af mér. Nei, mér finnst þetta bara ekki góð hugmynd. Og að því að, þú veist, hver er rót vandans og ég meina þetta er bara, leðu býr til eitthvað flokkunarkerfi þá kom upp alls konar vandamál og þannig að ég fór í skjölinn til þess að reyna að koma staði hvernig þetta hefði verið framkvæmt. Og kynntist þarlegandi fátækt á Íslandi eða í Reykjavík allavega 1927? Já. Og hvernig það fátækti þá? Þetta er náttúrulega mest þetta fólk sem að þetta er náttúrulega mest verðugir þurfamenn. Þetta er mest fólk sem að hefur mist maka sinn, er að glíma við veikindi eins og berkla til dæmis, fólk með stóran barnaskara, það var kallað ómegð og það þótti svona gild ástæða til þess að fá hjálp samkvæmt þessum flokkunarreglum verðu og óverðu. Fólk ekki skammast fyrir að hlaða niður börnum. Það er nú ómur af því eitthvað þar í komnum sögum allavega finnst mér það. Já og það var náttúrulega illa séð að fátækt fólk eignast mikið af börnum og þess vegna var svona fyrr á öldum reynt að takmarka giftingar þeirra sem voru á sveitinni. Þannig er þetta ekki bara þetta leiti eða kannski aðeins seinna sem að svona hvað heitir það mannræktar sjónarmiðin koma til Íslands. Jú. Og það voru svona hugmyndur og eftir umverulega ef að fólk hefði getað það hefði bara taka fátækt fólk úr sambandi svo eignast til fleiri börn. Já, náttúrulega sérstaklega líka fólk sem að var kannski í mikilli óreglu eða þótti sem sagt einhvern veginn ekki funkar rétt í samfélaginu, það var alveg hugmyndur að þetta fólk hafi verið óæskilegt að þetta fólk myndi fjölga sér. Geðveikir líka. Þannig að, já. Með því sjónarhorni þá litið á fátæktina eiginlega sem mein á samfélaginu. Og leiðin til þess að eyða þessu meini sem fátæktina á samfélaginu er að eyða fátækum. Eyða þessu fólki sem að getur ekki unni fyrir sér. Já. Það er svona voru þau sjónarmið þannig að sástu það að ég kann ekki alveg söguna hvort að þessar hugmyndir séu komnar 27 eða... Mannkynbóta hugmyndirnar. Ég tengi það nú meira við, kem ekki inn að það í þessari bók, ég var annað sem ég skrifa þá ég kom með þess inn á þetta og ég tengi það nú meira við svona umræðuna á 4. áratugnum. En það er samt svona komin alveg að stað tölver umræðum að það sé æskilegt að leyfa fólki að takmarka barneigni sína svona alveg á 3. áratugnum svona í alþjóðlegu umræðinu og þetta komið inn á 4. áratugnum. Ég hugsa náttúrulega alltaf Katrínu Thoroddsen erindið hennar takmarkanir barneigna sem kom út þarna snemma á 4. áratugnum og svo tengi þetta líka við hann
landlækni. Já, hvað heit þetta? Vilmundur landlæknis. Já. En það er hugmyndir, það sem við erum að tala er náttúrulega hugmyndir sem voru studdar af alls konar bandarískum auðkýfingum og var það eiginlega svona vísindalegu grunnur undir Þriðja ríkinu sem gekk miklu lengra heldur en annars þar og eyddu fötluðum og samkynniðum og drykkveldum og flógaveikum og miklu fleirum heldur en bara gyðingum út af með þetta hugafar sko. Já, en svo var líka til sósíaldemókratísk útgáfa af þessu og Vilmundur landlækni var meira á þeirri línu. Það sem var bara svona ekki rasískar hugmyndir þarna baki heldur bara hugmyndir að sumir einstaklingar væru hættulegir og það var ekki æskilegt að það myndi fjölga sér. Og af þeim ástæðum voru búin til hæli, drykkjumannahæli og fangelsi flutt upp í sveit og geðveikra hæli og að taka út úr samfélaginu. Og það sem í mörgum löndum þá má eiginlega segja að fólki hafi verið líka við að segja eitt með vanrækslu. Það bjó bara einfallega við svo hörmulegar aðstæður á þessum stöðum að líf þeirra var ekki langt. En það eru nákvæmlega þessar hugmyndir sem verið að vinna með þarna 1920 í fátækralögunum með því að flokka fátækafólkið eða þurfamennin í þessar 2 flokka. Þess að geta batnað. Til þess að geta bætt á eða? Nei, þeir sem geta náð sér eða orðið betri eða ekki skaði af í samfélaginu og svo þá í burtu sem eru skaðlegir í samfélaginu. Já, og þess vegna og þegar ég fór að skoða framkvæmdin og þetta hefur reyndar svo sem verið rannsakað áður en það kemur inn í söguna sem ég skrifi í bókinni að það er ákveðið að taka harðar á þessum óverðugu. Þannig að lögreglustjórinn í Reykjavík, til dæmis og ég með fjallaði sem bréf frá honum sem og samskipti lögreglustjórans við fátækranemndina, Hermann Jónasson var lögreglustjóri þá. Það sem að hann svona að leggja drauga því hvernig eigi að taka á þessum óverðu, þessum sérstaklega þessum feðrum sem að sinni ekki börnunum sínum og þessu sem í óreglu og það eru líka uppi hugmyndir það bara strax undir lok 19. aldar og lifa þarna alveg fram á 3. áratuginn að koma upp einhvers konar stofnun þar sem að eru teknir úr umferð þessi sem að eru slæmir og það má segja það að og það skrifað inn í lög þarna þetta leyti og Litlahraun átti meðal annars að vera svona vinnuhæli fyrir þá sem að rákust illa í samfélaginu. Já, þá ættu reyna handtekinn fyrir að vera landeyða sem að noti svona eitthvað orður gamla dag og fluttur upp í sveit og látur vinna og mögulega náðir að jafna þig á vesadómiðinum og kannski fungerar þau í samfélaginu ekki náttúr. Já, og ég efast að sé mörg dæmi þetta hafi virkað vel en ég rannsakaði það nú ekki sérstaklega. En inn í þessu, maður heyri það alveg að með því að skoða þetta þá eru alls konar sjónamið hugmyndir okkar fátækt sem eru þarna. Já. Og það er náttúrulega kannski svona húmanísk afstaða sem að ég veit ekki hvort það spretti svona upp að fransku stjórnarbyltingunni líklega ekki, ég veit ekki. Það sem er svona hugmyndin að hinn fátæki ómenntaður og illa þefjandi vegna þess að hann hefur ekki haft aðstöðu til þess en ef við gæfum honum möguleika á því að þegja sig eftir því sem hann þráir að þá getur hann orðið eins og við. Já, það er einmitt nákvæmlega þessi hugmynd aldrei sigrað sko. Hún ekki eins og búin að sigra í dag. Nei, við verðum nú aldrei fullkomin held ég sko. En það var nákvæmlega þessi tenging á milli lýðræðissögunar og sögunar af fátækraframfærslu sem ég hef svo mikinn áhuga og þess vegna finnst mér áhugavert að skoða bæði svona hvernig tvinnast saman bæði lög og svo framkvæmt laga lýðræði, kosningarétt og svo fátækraframfærslu. Já, og hugmyndir okkur samfélag. Já, og að því að þetta tengist lýðræðis þróuninni að smám saman ef við gerum ráð fyrir því að allir séu bornir fæddir jafnir. Já. Þá útlenskan var í hausnum á mér og að allir jafna rétt á því að vera fullgildir þegnar. Þá smám saman fer það rekaðu á það að hvað með fátæka
mannin sem að misti barnið sitt og barnið þurfti að fara á spítala og það hann þurfti að fá styrk út af því. Ég meina, réttlátt, hann allt í orðin ójafn, hann ekki lengur fullgildur borgarið í samfélaginu? Vestur haf og þá það hvað ég að gera við mann sem hefur framið hræðilegan afbrot gegn samfélaginu. Ég að leifa honum að kjósa og svaraði nei. Og það var nei hérna á Íslandi líka lengi vel vegna þess að ef þú varst með flekkað mannorð þá mistur þú kosningaréttin. En nú leifum við öllum að kjósa, nema börnum. Já, það var mjög áhugavert daginn þegar í aðdraganda borgarstjórnarkosningana, sveitarstjórnarkosningana, þá fekk ég tilkynningu frá Ísland.is sem margir fengu og þar stóð þú mátt kjósa. Og en það var náttúrulega ekki þannig fyrir nokkrum árum síðan. Ef ég hefði til dæmis þurft að þiggja dýralyfjagjöf eða eitthvað svo leiðis fyrir 100 árum síðan, þá hefði ég væntanlega þurft að fara á sveitina eða gæti ég hafa þurft að fara á sveitina og þá hefði ég ekki mátt kjósa. Og það eru mörg dæmi þetta. Ég laðist á spítalanum daginn, hefði ég mist kosningarétt fyrir 27. Ef þú áttir ekki fyrir öllum Ég var náttúrulega ekki rukkaður hlutdeild sjúklingsins. Það alltaf verið að klípa manni smá. Já, en á þessum tíma þá þurftur bara borgið topp. Það var ekki komið, það voru sjúkrasamlegin voru eiginlega ekki neitt, sko. Þannig að, og þetta náttúrulega, núna náttúrulega kannski hægt að gera meira og það miklu dýrara, gerir ráð fyrir. En ég meina, þetta er ekki margar milljónir sem að, kostar að parkera mér þarna inni. Ég veit ekki, en Örugglega ég hitti mann daginn sem var á lyfi sem ég man ekki hvað hann sagði að kostaði. Það kostaði Toyota Land Cruiser hverju ári. Svona líftæknilyf, já. Nei, hann var lyfi sem hann var á, sko. Já. Hann var eiginlega að undra sig á því að hvað þjóðin væri góð við sig að leyfa sér að vera á svona lyfum. Og hann hefur vantarlega fengið að kjósa samt. Já, hann fengið að kjósa. En eitt sem við getum hort á fátæktina og sem er mjög áhugavert og það tengist bara svo vel inn í okkar tíma, verður, þykjandi hjálpar og óverður og þetta tengist umræðu hælisleitendur til dæmis, það eru stórir hópar í Íslandi sem telja þá bara einfalda ekki vera verðuga og þránuðu göttunum. En við gætum, ef við má horfa á þetta út frá lýðræðinu eða stjórnin á samfélaginu. Það er ekki svo löngu fyrir þennan tíma að þá fengu þeir bara kjósa sem að borguðu í félagið, borguðu skatt. Já. Voru nú eignamenn til þess að borga. Já. Og þá það bara, þetta bara félag að við tökum hérna peningana og við borgum skattana og auðvitað þá bara þeir sem hafa atkvæðarétt. Já. Og síðan kemur hugmyndur það að allir eigi að hafa atkvæðarétt, hún reyndar vinnur svolítið fljótt, sko. Það er ekki eins og margar aldir, hún bara vinnur bara mjög fljótt. Já. En þetta svolítið munur og kannski eru leifarnir á því að ef að þú ert þurfamaður, sem þetta ert með neikvæða tökku út úr ríkissjóði, að þá ferður náttúrulega alls ekki að kjósa. Þannig að afstans ekki endilega fyrirlitninga á henni fátæku, heldur síðan bara leifar af svona hugmyndur hvernig stjórnin á ríkinu átt að fungera eða sveitafélagina. Já, menn það þessi hugmynd að þeir sem að greiða skatt, þeir mega ákveða hvernig peningunum varið. Og hún bara gegnumgangandi að því hefur rannsakað þessa sögu í svona alþjóðlegu teimi þar við skrifaði bók þar sem við vorum með öll Norðurlöndin og við vorum með Indland og Nýja-Sjáland og Austurríki og alls konar lönd undir Kanada og þetta bara gegnumgangandi hugsun alls þar. Þetta svona þessi kapitalíska hugsun í raun og veru að í krafti þess að þú ert að borga þarna inn, þá færðu að hafa áhrif á því. Það er mörgum félögum, það kann að hvort þú hafi borgað félagsgjöldin og ef þú ert ekki búin að borga félagsgjöldin, það var ekki atkvæðið þetta aðalfætti. Já, og svo náttúrulega, ef þú ert í aðilega hlutafélagi, þá vegur atkvæðið þyngri eftir því sem átt meira í félaginu og sumstaðar voru kosningarlegin á 19. öld í sumum löndum beinleins útfærð þannig. Þannig að ríkimaður rétti upp bara margar hendur. Já. Og þannig að það var til dæmis í sveitafélagum í Svíþjóð, þá varstu fyrstu kosningarétt eða þú hafðir uppfyldi kosningarétta skilyrðis bara sem einstaklingur og síðan líka gegnum fyrirtækin sem þú áttir kannski í sveitafélaginu og í Bretlandi þá fékkstu atkvæðisrétt bara sem einstaklingur en líka ef þú hafðir háskólagráðu þá fékkstu annað atkvæði, þá kannstu kosið tvisvar og kannski jafnvel þrisvar ef þú áttir einhverja eign á tímabili var það þannig. Þannig að þetta er þessi svona hugmynd sem að
er ríkjandi þegar það verið að veita kosningaréttin smám saman, sumstaðar en ekki allstaðar. En það tókast þá á þessi hugmynd atkvæði í krafti fjármagns og svo hugmyndin að grundvallar mannréttindi allra einstaklinga og allir einstaklingar séu fæddir jafnir og í jafna kröfu til þess að taka þátt í að ákveða hvernig samfélaginu stjórnar og það verður smá saman ofan á. En þetta eru átök sem eru kannski, ef ég má giska bara frá svona 1830 til 1920, þá þetta svona meira minna. Já, fer eftir löndum sko, já, og inni þetta náttúrulega fléttast líka með kynið, að konur eru að fá kosningarétt. Ég ætla nefnilega að spyrja þig að því að þú hefur skrifað kosningarétt íslenska kvenna og mjög unnið það. Í þessari breytingu hver sá sem á að kjósa, það sá sem að borgar inn eða það almenn réttindi allra? Hversu miklu máli skipti kvennabaráttan inn í því? Var hún afleiðing af hinni baráttunni? Eða knúðun áfram baráttuna að allir mætti kjósa. Sko, ef ég er kallinn, ríkikallinn, ef ég ætti að láta þig fá atkvæðarétt út á eign þína, það er eiginlega miklu djarfari ákvörðun. Það myndi taka miklu meiri völd af mér, heldur en að leyfa bara að kjósa. Sko, þú vilt leyfa mér að kjósa ef að ég tilheyri þinni stétt. Já. Þannig að þú vilt... Betur setta konur. Já. Og en þannig að það var svona eitt þráðurinn í þessu að veita þá bara ekki verkakonum kosningarétt heldur svona þeim sem voru tilheyru borgarstéttinni frekar. En þetta er bara mjög snúið hvernig þetta fléttast allt saman sko vegna þess að Þú varst að spyrja í raun og veru hvernig... Á þessu tímabili það sem verið kosningaréttur verður almennur. Hvort að kvennabaráttan hafi verið drifkraftur í breytingun á því að allir ættu að hafa sama rétt til að kjósa í samfélaginu, svona meira og minna, með svona undan tekningum eins og fátækt eða afbrotamenn eða eitthvað slíkt. Eða að það hafi verið afleiðing af svona almennri mannréttindabaráttu að við ættum að horfa á samfélagið sem sameign okkar allra. Já. Ég bara veltaði fyrir mér. Sko ég held að þetta sé bara svolítið mikið flóknara því þetta er í raun og veru það er stéttavítin annars vegar og svo er það kynjavítinn og þetta getur fléttað saman á svo marga ólíka vegu. Það fer svolítið eftir á hvaða land við erum að horfa, en ef við horfum á Ísland til dæmis og hvernig þetta þróast hér, þá eru það, hvaða konur eru það sem fyrst fá að kjósa á Íslandi? Það eru konurnar sem eru í raun og veru sjálfstæðar, það eru ógiftar og eiga með sér sjálfar, það eru ekki vinnukonur, heldur konur sem eru sjálfstæðar, eiga með sér sjálfar. Standa sjálfar fyrir sínu búi eða eitthvað myndum við orða það? Já, ekkjur. Það er í raun og veru konur sem eru húsbændur. Af því hérna á 19. öld og víða annar staðar, þá er hugmyndin það að það er húsbóndin og heimilið sem er að kjósa. Húsbóndin er að kjósa sem fulltrúi heimilisins. Þannig að þess vegna það konur sem eru húsbændur sem í raun og veru fá fyrst að kjósa. Og síðan fá allar konur og það eru síðast þessi sem að þykja fátækra hjálpina sem að fá að kjósa hér, þannig að kynjavítinn það lifir lengur þessi stétta hugsun og þessi hugsun að hvort að þú sért fullgildur efnahagslega, hvort þú getur staðið sjálfstætt á eigin fótum og hún lifir lengur hér. Ég kannski dragaði inn í aðra bók sem þú tókst átt í að skrifa, kosningarétt kvenna. Hérna heima, hvort var lögð meiri áhersla á kosningarétt kvenna eða kosningarétt eignarlausra? Kvenna, miklu meiri. Þannig að hitt flaut bara með að því það var gert í Danmörku. Það var eiginlega enginn sem háði þá baráttu. Já, sko, það var eiginlega, það er nú eiginlega það sem er svo áhugavert er að, því að það er í raun og veru 1904 þá er þessi eignaréttar eða skattaskilyrði, þetta voru svo lágt að það eru raun og veru allir með nema þeir sem eru vinnumenn af því að þeir eru ekki sjálfstæðir. Þannig að það er í raun og veru allt saman komið þannig séð þegar að Alþýðuflokkurinn er stofnaður 1916 og þannig að það er svona hefðbundna sagan af því að við fáum þetta kemur bara svona og fylgir svolítið straumnum frá Danmörku vegna þess að hér er ekki komið stjórnmálaafl sem er að berjast fyrir kosningarétti verka kalla
sem var gert í annar staðar á Norðurlöndunum. Það var einhver verkalýðsfélög til áður og svona, en þetta var ekki nú öflug hreyfing til þess að vera með þessi, það voru bara kaup og kjör. Já. Hins vegar þá stendur eftir þetta ákvæði sem að alþýðuflokknum finnst mjög ósangjant að það að tyggja sveitastyrk hafi í för með sér þennan mikla réttindamissi. Þannig hann berst mjög hart fyrir því að þetta sé afnumið. En hann hafði engan þingstyrk 27 til að knýja það í gegn. Hvernig fóruð þeir að því? Þeir voru með 2 þingmenn þarna inni. Sko þetta er bara leið og Jón Baldvinsson kemur inn á þing sem þingmaður. Þá byrjar hann að hamast í þessu og leggur fram þingsályktun-tillögu sem að fæst samþykkt árið 1917 um að reyna að endurskoða þessi ákvæði fátækralagana sem að skerða mannréttindi og við erum náttúrulega ekki bara að tala um kosningarétt, við erum að tala um sveitaflutning og ýmislegt annað sem við erum ekkert búin að vera að tala um hér en það er svona fleira þarna í raun og veru skerðing á atvinnufrelsi og búsetufrelsi og það má leysa upp fjölskyldur, taka börn frá foreldrum og allt þetta. En þannig að hann fer bara mjög einbeittur í það að berjast fyrir þessu og smám saman nást einhverjar málamiðlanir inn á þinginu og við aðra flokka og þetta er Framsóknarflokkurinn sá flokkur sem að stendur næst alþýðuflokknum og hjálpar til við að koma hlutum í gegn en það vil nú samt svo til að það er íhaldsflokkurinn sem að er við stjórnvölinn þegar þessi breyting er gerð og það er kannski ein ástæðan þess að það er farið í að hafa þessa aðgreiningu á verðugum og óverðugum þurfamönnum í lögunum sem er hægri hugmynd í raun að veru sko úttöruðu sósíaldemókratarnir þessa hugmynd líka en alþýðuflokksmenn segja bara þetta er allt of flókið og það er bara alveg fáránlegt að leggja þetta vald í hendur sveitastjórnarna að fá að flokka fólk svona í og ákveða hverju fá að kjósa og hverju fá ekki að kjósa því að þú sér náttúrulega í hendi þetta getur verið mjög pólitískt. Ætlar að leyfa þessum alþýðuflokksmanni að komast á kjörskrá eða ekki. Og viðbjóðslegt fyrir þá sem að verða fyrir því að verða sviptir kosningarétti. Já, þetta þótti náttúrulega mikil skömm og það er auðvitað eitt af því sem er innbyggt í þessi fátækralög er skömmin að forða fólki frá því að og líka kannski ofbeldið að vera sviptur því þess vegna því að nefndir nauðungaflutninga og flutninga mellir sveita og í þeim sögum fylgir oft sko að það eru sveitungaðinir sem eru að fremja þetta áður. Já. Þannig að það er ríkari tilfinning fyrir órétti þegar þú horfir á hann. Sko. Einmitt. En 27 seinna þá verður ríkisstjórn framsóknarmanna með stuðningi alþýðuflokksins sem að fer í ýmsa breytingar á samfélaginu og þarna á þessu tíma var framsóknarflokkurinn fyrir svona yngra fólk þá var hann stjórnmálahreyfing samvinnuhreyfingarinnar eða verða það var kannski ekki alveg orðið það var svona samblanda bændaflokki og því sem að gat verið, þetta voru alþýðuhreyfingarnar tvær, samvinnuhreyfingin og verkalýðshreyfingin. En þegar þú ert að lýsa þessu að Jón hafi verið á þingi að þá hljómar þetta eins og bara það sem hann er bara að höfða til góðra samvisku hinna. Þetta er ekki svona barótta eins og maður hægt að benda á flest sko hvernig fekk fólk veikindarétt eða hvernig fekk fólk sumarleyfi eða hvernig fekk fólk að hvílda daginn heilagan og það er bara verkalýðsbarótta bak við allt saman. En það er engin verkalýðsbarótta beint af því að hinn fátæku sem að þykja styrka, þeir eru ekki neitt félag. Nei, einmitt. Sko þetta er bara svona mjög ríkur þáttur í stjórnmála orðræðu alþýðuflokksins þarna á alveg frá 16 og þangað til að þetta er afnumið og þetta er rekið svona einmitt eins og segir með því að höfða svona til samvisku fólks og mjög mikið með því að nefna dæmi og til dæmis fyrir kosningadegi, mann ekki hvort það var 1919 eða 1921, 22 eitthvað slið svona nokkur áður en þetta er gert þá er birtist svona frétt í Alþýðublaðinu sem var málgagn Alþýðuflokksins þar sem að og fyrirsögnin er kosningalögin hegningarlög. Nei, fátækralögin hegningarlög. Og vilja og það er verið að segja að við viljum breyta fátækralögunum úr hegningarlög í tryggingarlöggjöf þar sem að við erum með alþýðu tryggingar sem að tryggi það að fólki sé hjálpað þegar eitthvað kemur upp á.
og það er auðvitað þessi svona stóra breyting frá fátækra löggefar hugsuninni yfir í velferðarkerfis hugsuninni sem verður ofan á eftir stríð víðamlönd og þar meðal hér allavega upp á ákveðnu marki og þar er saga af manni sem að kemur inn á ritstjórnarskrifstofu Alþýðuflokksins og segir ég er ekki á kjörskráni og hvers vegna það? Jú, það er vegna þess að eitt barnanna minna það veiktist í vetur og þurfti að fara inn á spítala og til þess að geta borga fyrir sjúkrahúskostnaðinn þá þurfti ég að fá lán frá fátækra stjórninni og við það misti ég kosningaréttin. Þannig að barátta Alþýðuflokksins er mjög mikið rekin á því að nefna svona dæmi sem að og að því ég náttúrulega skoðaði gögn fátækranefndarinnar eiga sér samsvörun nákvæmlega svona dæmi er til raunverulegt dæmi það var svo sorglegt að þá hafði hann barnið hafði dáið á Landakotsspítala og hann þurfti líka að fá lán fyrir útfarakostnaðinn og faðurinn misti kosningaréttin við það. Þannig að þetta er kannski svipar meira til réttindabaráttu samkynhneigðra fá breytingar á lögum, réttin til þess að eignast börn og giftast og allt það. Þetta er líkara heldur svona verkalýðsbaráttu eins og við þekkjum kannski svona í nærri tíma sem er eiginlega beitt afl í verkalýðshreyfingarinnar og verkfallshótunum til þess að ná fram réttarbótum. Það var auðvitað verið að gera það líka en kannski er þetta svona svolítið mikið aðalatrið og þess vegna er þetta er svona mannréttindabaráttu þess vegna þetta er ágætis hliðstæða við hinsegin baráttuna að þetta fólk sé tekið inn í samfélagi sem fullgildir borgarar. Það hefur ekki gert neitt af sér, segir Alþýðuflokkurinn. Það er engin ástæð til þess að hegna þessu fólki. Við þurfum bara að vera með almennilega tryggingarlöggjöf, þannig að allir geti staðið uppréttir og tekið þátt í að móta samfélagið. Það er svona boðskapurinn sem náði gegn. Já, þarna er Alþýðuflokkurinn sem stjórnmálaarmur Alþýðusambandsins að ná í gegn breytingum sem að seinna gætu kannski kallast svona velferðarkerfi, svona hugmyndunum hvernig samfélagið á að virka, að taka það sem áður hafði verið viðfang lögreglunar, að ef var fátækt heima á þér að þá kom sýslumaður eða eitthvað og leyst upp heimilið og það var tekið að þessu sem lögregluaðgerð. En það slepp ekki allir yfir í að verða þá hluti af velferðarþjónustunni. Sumir eru áfram sem vettfang lögreglunar, til dæmis óreglumenn sem voru handteknir bara út á götu og fluttir á Gunnarsholt. Já. Ég held að í mínum líftíma það hafi verið þannig. Gunnarsholt var það ekki virkaði svoleiðis bara fram á 8. áratuginn, ég held að. Ég þekki það ekki, en ég þekki það hins vegar að þegar að fyrstu alþýðutryggingarlögin voru sett, þessum tryggingum sem Alþýðuflokkurinn var að berjast fyrir var komið á, það voru sett 36 og í tengslum með það voru sett ný framfærslulög árið 1935 sem áttu að taka við af fátækralögunum. Og þar inni eru enda þessi hegningar ákvæði sem að voru í gömlu fátækralögunum, bara langt aftur í aldir, að þeir sem að fá styrk, þeir setja sig undir vald þess sem að gefa þeim styrk. Þannig að ef þeir eru í óreglu, ef þeir óhlýðnast, ef þeir neita að fara í vinnu sem að þeim er veitt og svo framvegis, þá má hegna þeim. Það má setja það á jafnvel í fangelsi eða beita það á sektum. Þannig að þessi ákvæði fylgjast með þeim, já. Örugglega líka, já, örugglega. Og þannig að þetta er bara lifir áfram inn í þegar velferðarkerfinu komin á, þá er þessi hugsun ennþá og alveg í raun og veru að því að þetta er sem sagt bók sem að tekur einn atburð, skoða forsöguna og fer síðan, þannig ég fer með þetta alveg inn í samtíman og það er alveg hægt að fara með þessa sögu alveg fram á 10. áratug 20. aldar. Ég held að sé þannig að þeir sem að þykja fátækra styrk sem að heitir framfærsla í dag á Reykjavík. Ég heldur gefið upp að það megi skoða bankareininga og fleira. Já, það. Ég held að sé þannig. Og hver er tilgangurinn þá? Til þess að það séu sannarlega verðug, þannig að sé ekki ykkur svona, og það er náttúrulega mikið eftirlit. Þú getur verið einstæð móðir og þegið aðstóð. Svo fer barnið þitt og vinnur og þá er komin að meiri heimilistekjur og
Þannig það alltaf verið að fylgjast með þessu, þannig að fólk alltaf að lendi í einhverju vandræðum, sko. Og einhver liti þá fylgst með. Þannig ég held að þú gefir eftir einhver svona sem að við kannski getum ekki kallað það lýðréttindi, en það liggur við. Það einhver skilyrði, já. Það liggur við, að þetta sé eiginlega, þú gefur eftir ákveð rétt til bara, eins og sumir myndu skilgreina bara engalíf. Ég bara þekki, ég hef ekki farið í að skoða nákvæmlega framkvæmdina núna. Býr maðurinn hérna á heimilinu eða er hann bara gestur, eins og þú segir? Ég held að, ég hef eitthvað tala svona eftirlit, sko. Já, náttúrulega hvort það sé verið að svindla á kerfinu og svona, já. Akkurat. Þá það gert, sko, í nafni þessa verðuheitin og ekki verðuheitin. Ég meina þessar hugmyndir, þær eru bara svona... Já, og það bregður engum þegar ég segi það, af því að fólk bara þekkir þessar hugmyndir að, ég meina, ef þú nennir ekki að vinna, á þá eitthvað að vera að hjálpa þér. Já, og ef þú ert í neyslu og eitthvað fleira, við ætlum ekki að láta það fá drykkjupeninga. Nei, það er nú svona kannski aðeins öðruvísi tekið á því núna, en það var náttúrulega ekki... Þetta eimir ennþá. Og það er einhvers konar kerfi sem að hjálpa fólki sem að er að glíma við fíkn, sem að ekki var náttúrulega þessum tíma, alls ekki. En svona hugmyndir lifa mjög lengi. Stundum finnst mér eins og, ég má fara bara allt annað, eins og bandarísk stjórnmál sem ennþá lituð af bylgjum innflytjenda sem að komu þar sem að komu fólk frá Englandi og Þýskalandi og fleira sem að komu og byggu í náðu landinu. Svo komu seinni bylgjur sem voru Ítalir og Pólverjar og Írar sem að strönduðu í borgunum af því að það var ekkert land eftir og þar var sollurinn og það var óheilbrigðara mannlíf af því að þeir sem voru í sveitunum þeir voru að verja völd sín og eitthvað fleira og bara þessi togstreita er bara ennþá eiginlega megin drifkraftur í bandarísku stjórnmálum. Og að sumileyti þegar ég er að hlusta á því verið að lýsa svona hugmyndunum fátækt og verðu að fátæka og verðu að fátæka. Að þá er þetta, ég held að við getum farið bara í þingtíðindu og flett upp í umræðum örkja og fleira þar sem við endrómurinn af þessu. Já, það getur, já. Og ég meina þetta er þetta, sko, þessi hugmynd að allir eigi að reyna að standa á eigin fótum. Þetta er ekkert illskiljanleg hugmynd. Það er ekkert skrítið að hún sé svona ríkjandi. Ég er ekkert að halda því fram. Ég er ekkert að segja að þetta sé óskiljanlegt. Það er mögulega að ef þú getur það ekki, einhverjum ástæðum, að þá fái ég vald yfir þér. Það er ekki alveg. Nei, einmitt. Og það er auðvitað það sem þetta snýst svolítið sko, hvar liggja mörkin þar? Hvað eigum við að, hvað á samfélagið að fá hvað áttur rétt á mikill hjálp frá samfélaginu án þess að fórna réttindum. Það er svolítið það sem er verið að það er svona eitt af átaka ásónum í þessari sögu. Er það því að þú eru rannsakað kosningarétt og ég aðeins í lokin kom með eina hugmynd. Það er þetta er náttúrulega stórkostleg breyting bæði eins og við höfum verið að tala bara breytingin í aðdraganda almenns kosningaréttar. Það bara er snúið við fyrir hvernig samfélagin á að vera stjórnað. Og með kosningarétti þá náttúrulega snúa stjórnmálamenn sér að almenningi. Því hann kemur með atkvæðin, hann gefur þeim völd og hefur gríðarlega áhrif á stjórnmálin. Ég held að það er ekki kosningaréttur nær svona hámarki kannski 1970 eitthvað það liti. Já, þáttakan. Já, þáttakan. Já. Svo er hún náttúrulega aukin aðeins með því að færa niður í 18 ár og eitthvað fleira. En eftir það hefur verið svona dregið úr kosningaþáttöku. Og það er til, ég hef lesið eftir menn sem að segja að við verðum eiginlega endurn í þessa tilraun, af því það var góð tilraun, en hún er ekki það vantar í hennar lífkrafti núna, við erum eiginlega að láta fleiri fá atkvæðarétt og þá var hugmyndin að láta börn fá atkvæðarétt, það er stjórnmálinn hefur bara gott að því að snúa sér að börnum og það var engin vand að benda á það að þú hlustar á stjórnmálamenn í dag, það er miklu minna að tala barnafjölskyldur heldur en kannski 1980. Þegar að barnafjölskylduna voru stærri hluti af þeim sem maður voru að kjósa. Af því að fólk eldist og hlutfall eldri vex og allt þetta. Þannig ég bara velta fyrir mér þetta með svakalegu byltingu sem fólst í almennum kosningarétt. Hvort að þú hafi eitthvað svona tilfinningu fyrir því að hún sé einhver leyti að
fjara frá okkur. Allavega er tilfinningi fyrir því að stjórnmálafólki snúi sér að einhverjum öðrum heldur en kjósendum. Ég heldur sér sterkari núna heldur en menna ég hef verið til. Sko, ertu að spyrja hvort að lýðræði sé í hættu? Já, því að við veist alltaf smekklegt að þetta er það í hættu. Hversu hægt það gerðist að konur kusu í sama mæli og kallar. Ég held að við tekið bara 40-50 ár. Já, kannski ekki alveg, en það tók svolítið tíma, já. Það voru bara venjast í að nota kosningaréttin. Já, líka kannski var þetta mentu niðurst að segja, já, þeir eru ekkert að fara að hugsa mig hvað sem er. Ekki að ég að fara að kasta atkvæði þess að kalla. Má vera að það er að hugsa þannig líka. Já, ég held að líka hafa bara mögulega ekki séð fyrir sér að það væri gert ráð fyrir því að hefðu áhuga stjórnmálum og það er þetta margt í, ég hef skrifað grein þar sem er færri rauk fyrir því að það var ekkert ætlast til endilega stjórnmálakallarnir sá ekkert endilega fyrir sér að konu væri að nýta sér þessi stjórnmálaréttindi þegar það fengu kosningaréttin og líka réttin til þess að bjóða sér fram og sérstaklega náttúrulega það var ekkert sérstaklega. Og stóra byltingi verður kannski upp úr 1970 þegar konur fara og móta síðan eigin stjórnmálahreyfingar og hafa mótandi áhrif á stefnumál hinnaflokkana og taka málefni sem að stjórnmálinn höfðu bara ekki haft áður á dagskrá. Þannig það kannski ekki að skamma konurnar sem kusu ekki frá milli 20 og 70 að því að stjórnmálinn voru eiginlega ekki Nei, en það er reyndar þetta er nú ekki, sko, það er fyrir 1970, minnir að sé svona 40-50 sem það eru bara komnar alveg á fullt í að mæta kjörstað, punta sig upp og þetta var mjög hátilega aðtöfn og sem við þekkjum það alls saman. En sko, það eru þetta áhyggjefni að ef að þessi þróun heldur áfram að kosningaþáttakan minnkar, það eru þetta alls konar ástæði fyrir því. Við erum ekki einsleitt samfélag og við vorum. Og þetta er auðvitað oft nefnt að hér er fólk með kosningarétt sem að nýtir hann ekki af ýmsum ástæðum, bara af því að það einhvern veginn finnst, það tilheyrir ekki samfélaginu á sama hátt og okkur fannst við öll tilheyra samfélaginu kannski á 9. áratug 20. aldar. Miklu dræmari kosningaþáttaka innflytjenda sem hafa tildulega ríkan kosningarétt í sveitarstjórnum. Það munar bara gríðarlega miklu. Já, og náttúrulega íslenski ríkisborgarar sem að kannski hafa ekki alist upp hérna en líka kannski bara alls konar hópar sem að bara fylgjast ekki með stjórnmála umræðinni. Þetta er allt orðið svo við lifum í svo mörgum ólíkum menningarhólfum hérna á þessu landi, þannig ég veit ekki hvort að það hefur líka áhrif, en þetta nú er komin langt út til það sem ég veit er nokkuðum og þetta hafa stjórnmálafræðingarnir, þeir eru náttúrulega að fylgjast með þessu núna. En samt ekki svo mikið, vegna þess að einhver leiti er þetta mat á því hver réttindin voru sem var tekin af fólkinu og þau fá síðan aftur 27. Það er rétturinn til þess að kjósa og í því til þess að það virki í vel, að þá þurfa stjórnmálun einhver leiti að snúa að því fólki. Eins og ég held að sé dæmi kosningarétt kvenna að líður hálf öld þá til að stjórnmálun er að snúa sér að konum. Já, mitt. Þannig að margt af þessu fólki var ekki eins og stjórnmálun að þau getur notað atkvæðarétt sinn til þess að stjórnmálun sinntu sínum hagsmunum. Já, ég er mjög forvitin að sjá hvernig kosningaþáttakan verður í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í lok sumars. Hefur einhverja hugmynd það? Hvað er hún verið mikilega lítil? Ég segi núna að það verði, það sem að mestu máli skipt í bandarísku stjórnmálum er hver fær sitt fólk á kjörstað. Ég held að þetta verði barátt það. En hvað heldur að mæti margir á kjörstað? Ég, negið gæti unnið ef það er þannig að þessi hvatinn sé meiri hjá þeim til að mæta. Því þau eru að komið vekk fyrir eitthvað stórkostlegt slys að þeirra mati á meðan að það er ekki alveg svo vá fyrir dýrum hjá hinum. Þannig að ef að þeim tekst einhvern veginn að láta kosningarnar snúast þetta og svo eru ýmsar eins og ef þetta snýst þetta að fá sitt fólk á kjörstað þá nota Bandaríkjamenn nota alls konar aðferðir til þess að fæla fólk frá því að kjósa. Gera bara kosningarnar einhvern veginn ómerkilegar og andstæðingi svona dúbjus og einhvern hátt og öllum aðferðir nota til þess að svona það er raunverulega skiptir einhver máli og það er allt nota Já, og svo er náttúrulega bara verið líka að gera ákveðnum hópum erfitt að kjósa þar. Og náttúrulega eru umræður núna hjá Trump að taka upp strangari skilyrði þannig að og það leiðir til þess að margir munu bara ekki
í raun og veru hafa kosningaréttin sem þeir eiga samt að hafa samkvæmt stjórnarskránni. Þannig að það er mjög áhugaverð fræðileg umræða þetta með kosningaréttin og hvernig í framkvæmdina, hvernig í raun og veru stórir hópar hafi í praxis ekki kosningarétt vegna þess að það er bara beinlínis verið að reyna að haga framkvæmdinu þannig að þetta fólk get ekki kosið. Verið bent á það að fangar fá ekki að kjósa eða þeir sem hafa hlotið dóm, að þetta bitnar hlutfallslega miklu meira á svörtum sem eru líklegri til þess að kjósa demokrata heldur en republikana. Já, það er reyndar svona áhald það, en jú, allavega mjög margir stór hluti svartra í fangelsunum sem getur ekki kosið. En mér finnst íslensk stjórnmál orðin líkari þessu að ég held að þessar sveitarstjórnarkosningarnar að þeir sem svo kallar vildu breytingar í Reykjavík sem að veit ekki alveg í hverju eru fólknar, að þeir fóru frekar að kjósta. Það var hæst kjörsókn í Grafavogi sem að réð ekki kannski algjörlega úrslitunum en einhverju svona hreyfingu sem að á meðan að stuðningsfólk samfylkingarinnar og einhverja þeirra flokka í 101 og 107 mættu síður, af því að þeir sáu ekki, þetta voru ekki alveg kosningarna þeirra einhvern veginn. Sumstaðar hefur verið tekin upp kosningaskylda, að fólk er skyldað að koma og nýta atkvæðið sitt. Hefur verið góður árangur af því? Ég þekki ekki alveg nógu vel. Mér minnir þetta að hafa verið í Ástralíu eða Nýja-Sjálandi og hvort að þú fær sekt ef þú mætir ekki. En þannig að það er alls konar nefnilega svona litlar sögur af því hvernig við framkvæmum kosningar sem er mjög áhugaverð og geta haft bara mikil áhrif á þróun stjórnmálana. Já, og við erum kannski komin í ástand þar sem að stór hluti kjósenda er tiltölulega áhugaverð gagnvart þessu. Já. Og upplifir einhvern veginn ekki skýra valkosti og eitthvað meira. Og við erum að taka ákvörðunum framtíð samfélagsins byggða á hvernig tiltölulega áhugaverðst fólk kýs sem oft mótast bara af auglýsingum eða stemmingunni og mér finnst þetta að vera að breytast bæði með að hvetja fólk til að hver er bestur í því að hrekja fólk á kjörstað eða draga það en líka hefur maður séð að sveiflan síðustu daga eru miklu meiri núna undanfarið heldur en hefur verið sem að bendir til þess að einhver svona bara tíð allra að kjósa framsókn allt í henni getur það bara hreyft 4-5% sem að ég man ekki eftir svona sveiflum svona í forstakostningunum bara allt með höllu bara á 2 dögum. Því að ég trúi skoðanakonum að nái meira og minna þannig að einhver leiti er afstaða Íslendinga til kosninga og hvernig þau virka hjá okkur eitthvað að breytast. Já, það er þetta sem að margir hafa bent á að flokkshollistan var náttúrulega miklu meira, það er miklu meira flögt á milli flokka og þetta er náttúrulega allt saman mælt í stóru kosningarannsóknir sem stjórnmálafræðingar eru með og er það gott eða er það slæmt? Það veit ekki. Veit ekki. Þarna upp úr þessu þegar að vera til alþjóðu stjórnmálin að þá náttúrulega skiptist það var stór hópur verkafólks og launafólks sem að stóð með sínum og við þekkjum það líka Framsóknarflokkinn og samvinnurhreyfinguna stóðu með sínum hreyfingum alveg og það dugði eiginlega fram að aldamótum. Já, og bara þetta var svona ævi commitment eins og þetta. Og við sjáum hvað gerist þegar þetta brestur. Og eins með náttúrulega kjósendur Sjálfstæðisflokksins á þessum tíma, og líka fram alveg á 9. áratuginn raun og veru. Já, því að Sjálfstæðisflokknum tókst svona upp úr á 4. áratugnum að verða alþjóðu hreyfing líka. Já, svona, já. Sem að er stórkostlegt afrek á þeim. Já. En við sjáum þetta bresta til dæmis í Bretlandi þegar að þessi tryggð að ég er í hluti til í verkalýðsstéttinu og ég kýs verkalýðsflokkinn alveg sama þótt að sé að bregðast mér. Þegar þetta síðan brestur að þá leysast eiginlega stjórnmálin upp og eru komin á allt annan tíma. Já, og þeir eru nú aldeilis í hvað við segja áhugaverðum málum, skulum við segja þarna í Bretlandi með þennan reformflokk sem að virðist alltaf bara að einhvern veginn að rústa þessu tveggjaflokkakerfi sem að kosningakerfi náttúrulega gengur út á að viðhalda, þannig að þetta er það hélt ekki það hélt ekki og núna bara er komið upp það ástand þetta er svo margar hreyfingar að þú nær meirihluta á þingi með bara
26%. Það var 26%, já, einmitt. Að reform geti náðu mjög góðum þingmeirihluta með 26% fylgi. Já. Við erum komin langt en hérna út úr þessum bæklingi. Bæklingi? Smáriti. Hvað kallar þetta? Sería. Þetta er sería sögufélags. Og ég var að segja hvað, næstu 2 bækur, hefur ekki spennt að heyra. Það er Jörundur Hundadagskonungur, Anna Agnarsdóttir ætlar að skrifa byltinguna hans 1809. Og síðan er Rósa Magnúsdóttir ætlar að koma með bók sem heitir Kaldastríðsborg sem að skoðar Reykjavík kaldastríðs árana og byrjar á því að skoða leiðtogafundin í Höfða 1986. Þannig að hún fer þá aftur, þannig að kaldastríðið eiginlega klárast. Já, og svo fer hún aftur og er svona að skoða hvernig kaldastríðið byrtist í borginni hérna. Já, það er mikil áhrif hér í borginni. Fólk var flokkað og réð miklu hvort að fólk hafi aðgengi eða lán eða störfum eða hverju sem eftir ykkur. Já, og svo náttúrulega, hún er líka að skoða ýmislegt annað, bara borgina sem rými og svona, þannig byggingar og... Þetta er spennandi. Ég fæ þær til að koma hingað og segja okkur. Það verður í haust. Það verður í haust, já. Kærar takkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð. Við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og söguna og okkur sjálf. Næsti kafli er Augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hann segist vera leiðinlegu gaurinn þegar hann er að blogga og vann handritasamkeppni Forlagsins sem heitir Nýjar raddir. Þannig að hann er rithöfundur og húmóristi. Og hann heitir Vilhjálmur Pétursson og er kominn hingað til þess að segja okkur aðeins frá sér. Og ég er svo forvitin þessa heimsendishyggju sem að kemur fram í verkunum hans. Þannig að við skulum bara byrja þar. Velkomin Vilhjálmur. Takk hérlega. Hvað segirðu mér það? Akkurju ertu á þessum nótum? Það er kannski ekkert svona ein ástæða en ég hef alltaf skrifað svolítið svona neikvætt og svartsýnt efni en það er kannski núna svona ákveðin tíðarandi í gangi og svona svartsýni yfir heimsmyndinni sem að er ástæða sem maður svona leitar í þessa átt en það er engin ákveðin pæling baku það þessi saga sem að ég var að gefa út, hún svolítið bara kom til mín. Ef þú segir að það sé svolítið tíðarandin, er það út af Trump og stríðum eða er það eitthvað annað sem að hefur áhrif á þennan tíðaranda? Ég held að akkurat núna þá er það náttúrulega bara kjarnorkuvá og yfirvofandi bara hræðilegi hlutir en það er í gegnum tíðina ég hef alist upp við bara, ég man í æsku þá var verið að tala um gatið í ósonlaginu sem að myndi drepa okkur öll og svo er það bara hlýnandi veðurfar, hamfara hlýnun stjórnmál undanfarna ára og maður sér svona hvað trendið er í þeim núna kannski eitthvað svona fasismi eitthvað í þá áttina þannig að það er alltaf eitthvað sem maður er að sjá í fjölmiðlum og fréttum og svona sem maður er svona það er alltaf að fara til andskotans og mér finnst ég sjá það í bókmenntum sem ég lesi undanfarið ég var taka saman núna sem ég búin að lesa það var held ég 3 ára síðustu 5 eru einhvers konar heimsenda sögur og já, mér finnst þess að ég sjá bara meira á því undanfarið.
og ert þú þá svona að spá fyrir einhvern heimsenda í verkunum þínum eða einhver svona, ert þú með einhverja sérstaka sýn á þetta? Ekki beint, sko. Ég vona að þetta verði nú ekki eins og Sigríður Hagalín og Eldarnir, að það gerist eitthvað sem að triggeri þetta, en það einmitt, sko, ekki, fyrir mér engin einn heimsendir allavega í sögunum minni, það ekkert eitt sem gerist, það bara smám saman verður venjulegt líf verra og verra og verra og enginn fattar það á meðan það að gerast. Þangað til einn daginn ertu búin að missa allt sem að áður var eðlilegt líf og þú lifir bara til þess að basically snýst lífið þitt að reyna að lifa af. Það svolítið í sögunni. En ég ekki spá fyrir þetta, ég vonaði þetta að þetta verði ekki raunin. Það bara eitthvað heillandi við þennan söguheim, að það sé bara að það engin siðmenning lengur. Það allir bara að reyna að lifa af og já, það svolítið svona skemmtileg frásögn. Hvað, segðu mér aðeins frá sögunni, eitthvað sem gerist sem veldur því að siðmenningin líður undir lok? Það ekki tekið fram í sögunni, það svona nokkri hluti teknir til, veist, að ein ríkisstjórn sprakk, önnur tók við, hún sprakk og svo smám saman gafst fólk bara upp að reyna að láta einhvers konar yfirvöld stýra ferðinni. Það talað stríð og það talað svona trend í stjórnmálum og þegar að sem sagt samgöngur til og frá Íslandi falla niður þá náttúrulega verður erfiðar að lifa. Þannig að það ekkert eitt tekið fram en það svona gefið í skinn. Nú ég ekki búin að lesa bókina og ég bara kannski eins og flestir áhörendur, hún nýkomin út, var að koma út í bara síðustu viku og þú varst að þykja þessi verðlaun forlagsins sem náttúrulega mikill heiður, þannig að til hamingju með það. Takk hérlega. En mér langar að fara aðeins þá, svona ef þú útskýrir þessa sögu fyrir okkur sem að höfum ekki lesið hana. Segðu okkur, kveiktu áhuga minn. Já, hún fjallar mann sem heitir Steinn. Já. Og í upphafssögu þá hann eiginlega búin að gefast upp. Hann búin að týna og tapa fjölskyldu sinni og hann í Reykjavík og það bara allt farið til fjandans þar. Þannig að hann gefst upp og yfirgefur Reykjavík. Eina sem hann með meri sem hann hefur stólið og hann hugsa bara ég ætla upp í Borgarfjörð, ætla að finna einhvern rólegan stað og bara eyða ævidögunum þar. Og það sem gerist svo að hann þarf að leita á náðir fólks í sveitinni og hann finnur eitthvað von. Hann finnur eitthvað sem honum finnst þess virði að halda áfram að eltast við og það í rauninni sagan. Já, þannig að það þarna einhver von. Já. Og þetta bara saga sem að gerast á okkar dögum? Það ekki tekið fram ártal. Ég var með ártal í henni en ritstjóri minn bað mig að taka það út af því að það var of nálægt okkur. Já. Þannig að þetta í framtíðinni. Já. Og hvað hefur gerst þarna sem veldur þessu mikla vonleysi? Það í rauninni bara fólk snýst hvert gegn öðru og það öll matarframleiðsla, allt rafmagn, allt rennandi vatn. Það enginn sem heldur utan þessi kerfi lengur og bara smám saman höfum tapað leiðinni til þess að framleiða og það alltaf, það kemur fram í bókinni að það alltaf færasta fólki það gerir það en svo sko fólki sem vill komast yfir það basically fremur ofbeldisverk til þess og þannig öllu færa fólkinu útrýmt. Það bara búið að útrýma færa fólkinu? Svona nokkurn veginn. Ok, og þetta að einhverju leyti svona ádeila á stjórnmál eða einhverju sjónamið?
ég held að þetta sé það alveg 100% en það er ekki beint meðvitað. Það er rosa mikið af köflum í bókinni þar sem að það er svolítið svona, ég set mig í spor karaktersins þegar ég er að skrifa það og svo kemur svona runa af bara hugsunum, þar sem hann er að hugsa það sem gerðist og af hverju það gerðist og þannig ég veit ekki hvort sé beint komið frá mér frekar en honum en ég allavega hef sett mig í sporin og skrifa það en það er svona já, ég hugsa að sé alveg bein ádeila á það sem er í gangi í dag. Hvað helst þá? Eins og þetta er bara kannski ádeila á það að það er græðgi sem að gengur of langt og það er eitthvað sem að mér finnst svona þegar það hættir að vera þess virði að framleiða stöffið hvað sem það er af því einhver annars tekur það bara og hefur ágóðan af því að, og þegar fólk hættir kannski að skilja mikilvægi þess sem framleiðir það heldur er það alltaf uppi sem skiptir máli. Kapitalismi eða einhver svoleiðis sjónarmið? Já, í rauninni. En ég er ekki einhver ruglaður kommunisti en þetta er bara svona mjög einföldu mynd sem að ég sá fyrir mér þegar ég var að skrifa þetta sem að hefði ykst í sögunni og basically endað svona hrikalega. Þannig að þú sér einhverja ógn í því að það sé, þetta er svona svolítið eins og í kommunismanum sem þú ert að lýsa að það sé þarna einhverjir sem að eiga peningin og framleiðslutækin sem að valda firringu hjá vinnandi stétt. Já, kannski svona grunninn, en svo er þetta, þú veist, ýkta útgáfan af þessu er að basically fólk beitir þá ofbeldi sem að segjum að fólk fer út á sjó, veiðir fiskinn, kemur í land með fiskinn, það ætla bara að eiga fiskinn af því að það er bara að sjá fyrir sér, en þá kom bara einhverjir stærri og sterkari og basically taka fiskinn af því og ef það þarf að gera það með ofbeldi þá gera það það. Þannig að þetta er svona mjög einföld og ýkt útgáfa af ákveðnum iðnaði á Íslandi kannski. Í hverju hafði sögupersonan þín lent þarna í Reykjavík þegar hún er við það að gefast upp á lífinu? Hann er semst að stinga af eftir að kviknar í húsinu sem hann hefur dvalið í og það er svona strax í byrjun talað það er mjög algengt að það séu svona stórbrunar í borginni af því að þarna er engin hiti og yfir veturinn þá er fólk að kveikja í til þess að halda á sér hita og það náttúrulega breiður úr sér og það er ekkert slökkvilið og svo er það líka að stundum er fólk bara til þess að eyðileggja fyrir öðrum að kveikja í. Þannig að hann basically missir allt og hann er að stinga af því að hann bara er búin að gefast upp á því að berjast þarna. Vá, þannig að það er algjört svona öngþveiti bara í borginni við þessar aðstæður og fólk bara farið að skaða hvort annað. Já, það er svolítið þessi sögur heimur. Þetta er svona mjög myrt. Já. Segðu mér þá, hvað og nú er ég alveg ný í þessu, ég vissi ekki einu sinni að þetta væri í tísku eða þetta væri tíðarandinn. Er það eftir því hvaða, nú þetta mér í hug í hvaða búblu maður er, veist, hvað maður er að upplifa í sambandi við það? Ert þú í einhverju svona, svona einhverjum félagskap eða með einhvern áhugasvið inn á þetta svið eða hvað getur útskýrt? Nú er ég bara að spyrja til þess að reyna að fóta mig í þessum pælingum. Já, það er kannski bara bókmenntirnar sem ég les að ég til dæmis las The Road eftir Cormac McCarthy sem er svona mjög myrk heimsendasaga og svo er ég nýlega búin að lesa Eyland eftir Sigríði Hagalín. Já.
og ég las Breiðþotur eftir Tómas Ævar og hvað var ég að lesa annað? Ég var að lesa Project Hail Mary sem var að koma út bíómynd sem líka svona heimsenda, þannig að ég veit ekki af hverju ég laðast að því, en þetta allt svona nokkuð körrant verk sem að hafa heillað mig bara einna mest að því sem ég hef lesið undanfarið, og það saman með sjónvarpsþætti, ég laðast alltaf að svona heimsenda sjónvarpsþáttum, og svo það líka bara algoritminn minn sko, að það það sem að maður að skoða á samfélagsmiðlum. Það kannski mikið af fréttum stjórnmál og svona sem eru kannski neikvæð, og ég líklegri til að horfa á eitthvað ákveðið, þannig að ég fæ það inn í algoritma minn. Þannig að það getur vel verið að það máli upp þennan áhuga hjá mér, en að því sögðu þá þetta ekki eitthvað sem að ég bjóst við að skrifa. Ég ekki búin að hugsa lengi, ég ætla að skrifa þessa sögu. Það kom eiginlega bara til mánuði áður en að ég skilaði handriti í keppnina í fyrsta sinn. Ég sótti 2 árum, eða tók 2 þátt. Og það þá, eins og þú lýsir áðan, sem ég finnst mjög áhugavert, að þá setur þig í spor einhverjar persónu inn í einhvern heim og svo ferðu að skrifa út frá því sem að þú myndir hugsa og upplifa í þeim aðstæðum. Já, einmitt. Og náttúrulega þarna af því að sögusvið svona æsku slóðir þar sem að ég var ofta sumrin sem barn í Borgarfirði, þannig að ég þurfti alveg að bara ímynda mér. Ég fór ekki á meðan ég var að skrifa, en ég þurfti eiginlega bara að ímynda mér að ég væri á þessu ferðalagi í þessu ástandi sem að hann í, og að ímynda mér allt sem að hann búin að missa og ástæðuna fyrir uppgjöfinni, þannig að þú veist, eitthvað sem maður getur tengt við eigið líf en ekki svo djúpt þannig að já, það bara. Ég nú að hugsa, hefur þú átt einhverja svona sögu sem að þung eða erfið, sem að þú veist, gefur þér innsýn inn í þessar tilfinningar og þessar hugsun sem að hann með? Ekki svona, þú veist, ég búin að vera mjög heppinn bara ég að nálgast fertugt og bara búin að missa eina ömmu og einn afa þannig að ég og bara kemur mjög helst eftir fjölskyldu og allt, en Þessu kom mjög þetta í hug hvort að fólk sem hefur það rosalega gott, hvort að vanti drama í lífsitt. Já, það getur vel verið það alveg bara mikið til í því að hugsa bara hvað það versta sem getur mögulega gerst. Mér langar að pröfa að upplifa það og setja mig í þau spor. Það getur vel verið. Bara til þess að fá að upplifa tilfinningar sterkt eða eitthvað svoleiðis. Já. Í þessu tilfelli þá var kannski eitthvað svona trigger bara að það voru svona veikindi í fjölskyldunni og afi orðinn gamall og svona búin að vera flakka milli elliheimila, og maður einhvern veginn svona kannski setja sig í stöðu eitthvað sem að horfa tilbaka, og þarna var ég þegar ég skrifaði fyrstu útgáfuna af sögunni, þá var ég eiginlega svona fastur í útlöndum, og á meðan að það var eitthvað svona í gangi heima, og kannski byrjaði ég að skrifa þetta út frá einhverju svona samviskubiti yfir því, og ég þurfti að koma einhverju frá mér. En svo smám saman þróaðist það í miklu dýpri sögu, þannig að það engin svona beintenging, en það gæti hafa verið svona triggerinn. Hvernig líður þegar þú ert að skrifa? Mjög vel, það skemmtilega sem ég geri. Það bara þegar ég sest niður og hef bara tíma til að skrifa, það bara, ég vil ekki hætta, en ég þarf að hætta því að það svona regla á mér að kötta á áður en ég fæ ógeð þá get ég haldið áfram spenntur daginn eftir. Ok, lýstu því hvernig aðstæður þú skrifar? Undanfarið þá hef ég vaknað svona milli 9 og 10 og farið út í göngutúr, og ég held í alvörunni tala að það sé ástæðan fyrir að mér tókst actually að gera þetta,
af því að það bara bjóð til rútínu hjá mér og ég bara orðin ferskur, kem heim, hell upp á kaffi, sest við skrifborðið og set mjög skrítna tónlist á. Ég set tónlist úr tölvuleik sem ég hef aldrei spilað, sem heitir Red Dead Redemption, svona kúreka, svona Vilda Vestus tónlist og svo ég yfirleitt með, ég búinn að sem sagt teikna upp hvað á að gerast í hverjum kafla, hvert markmiðið og hvort að náði því eða ekki og svo bara byrja ég að reyna að fikra mig frá A til B og stundum þarf ég að vinna eitthvað svona heimildavinnu þar sem þá ég að googla á meðan ég að skrifa en það mjög gott þegar ég kemst bara í flæði og ég aldrei lengur en kannski 4 tíma í senn að skrifa. En hvar kemur þessi vellíðan og gleði? Ég held að sé að því mér finnst svo leiðilegt að vinna og ég eins frábær vinna á það ég sem sagt þýði sjónvarpsþætti. Já. Og það bara, ég veit að það öfundsvert hlutverk en þegar maður búin að þýða kannski 5 þætti af sama efninu þá kemur ég með svo mikill leiði og mér finnst svo ótrúlega næs að geta bara byrjað að spinna út frá því sem mér finnst skemmtilegt og það líka eitthvað svo gaman sérstaklega að maður að gera fyrsta draft þú mátt gera hvaða vitleysu sem þú vilt bara því rugglaðara því betra svo getur alltaf eitt í ef það virkar ekki og það gefur eiginlega bara meira til að vinna með þegar þú ferð svo í annað uppkast og mér finnst það skemmtilegast sem ég veit og þetta örugglega bara frá ég var krakki að leika með aksjónkalla núna ég bara svona í fullorðis útgáfa af því að geta bara búið til þetta leikrit sem ég var að gera með höndunum að það kannski eitthvað svoleiðis, eitthvað gleði úr æsku sem maður tengir það við Þannig að þú nefnir flæði og spuni sem þá þetta að búa til sjálfur ævintýrið þannig að það sköpun í því og munur á því að vera þýða heldur en að vera búa til sitt eigið efni Já, algjörlega það þegar ég að þýða þá oft fæ ég alveg kláða í puttan að skrifa af því að kannski ég horfa á eitthvað sem er svo vel gert að maður fær innblástur og stundum horfi ég á eitthvað sem er svo lélegt að ég hugsa fyrst þetta framleitt þá hlýt ég að geta gert eitthvað sem þið framleitt Hvaða þætt ertu að þýða? Síðast var ég að þýða sjónvarpsþætti sem heita Hacks og er svona uppistandara sem það er svona kona í eldri kantinum sem byrjar að vinna með ungri konu og önnur er svona woke og hin er svona gömul og íhaldssöm og þetta er svona tókstreitan þarna á milli. Það er mjög gott efni en það er eitt af því sem að tekur svona mentally á að þýða svolítið mikið grín og svona orðagrín og referensar úr ensku þannig að stundum er ég alveg uppgefin á því að þurfa að stoppa til að googla hvað sé verið að tala Já, að þýða grínið bandarist grín Já, og ég hef þýtt alveg heilan helling af grínþáttum og þeir eru miserfir en það er sérstaklega þeir eru svona popkultúr referensar það sem ég veit ég á ég setja á beintin og ég staðfæra á eða hvað og svo er það oft orðagrín það þarf að rýma eða eitthvað svoleiðis það er svona, það tekur mig ekstra bara 50% tíma ef ég þarf að stoppa til þess að gera það svo er ég með því að fótbolta þætti og það er bara fyrir mér eins og mitt fyrsta tungumál það er fótbolti þannig að ég þarf ekkert að hafa fyrir því bara kannski hvernig ég skrifa nöfnin á leikmönnum það kannski þarf ég að googla það Meinarðu, ertu þess að fótboltastrákur? Ég spilaði mikinn fótbolta þegar ég var yngri alveg hættur í núna ég horfi alltof mikið á fótbolta og bara les hann og horfi á myndbönd á samfélagsmiðlum það er eiginlega svona mitt dóp það er mín fík Ég skil þig
Þannig að það auðvelt fyrir þig að vinna með þannig efni sem þú þekki vel. Já, það svona það sem að þegar ég fæ svoleiðisverkefni, það ekkert mál. En já, svona flóknari þýðingaverkefni, þau taka svolítið toll af mér. En ég svo heppinn að vinna í verktakavinnu, þannig að ég geri þetta á mínu tíma. Þannig að stundum þá get ég bara komið öllu frá mér á fyrstu 2 vikum mánaðarins og það er þar sem ég finn tíman til þess að skrifa. Já. Það eru svona nokkur atriði sem ég langaði að nefna við. Þú hefur verið að skrifa sem sagt undir formerkjanum leiðinleikagurinn. Já. Hvað útskýrir það eins fyrir mér? Það er svona fyrsta útgefna efni mitt. Það var bara, ég byrjaði með mokkablogg fyrir örugglega svona næstu í 2 áratugum. Já. Shit. Og svo ég búin að vera með sem sagt Facebook síðu kannski síðustu 15 árin. Var mjög virkur og þetta var alltaf svona rosalega neikvætt. Ég var alveg að hrauna yfir fólk ef einhver fer og flettir í þessu þá var alveg hægt að cancela mér En þetta var alltaf undir dulnefni og núna á seinni árum þá finnst mér þessi nafnleysis menning á internetinu svo ömurleg að ég eiginlega bara hættur þessu. Og ég var líka farin að skrifa miklu pósitífara og svona búin að finna eitthvað balans þar sem maður ekki að kýla niður þegar maður að gera grín Þannig ég var alltaf að reyna það og ég var að reyna svona að draga athygli að jákvæðri boðskap og það virkaði alveg fínt en það var eitthvað bara, mér finnst Facebook leiðilegt og mér finnst þessi nafnleysis menning ömurleg þannig að svona smám saman þá hætti ég eiginlega bara að gera þetta. Ég held ég gera svona 1-2 posta á ári núna Hvað er það sem að hefur verið vakið mest athygli á því sem þú settir fram þar? Einu sinni þegar hverju voru það eftir? Það voru að reyna að fjárkúa eitthvað stjórnmálamann eða eitthvað svona það voru systur sem voru í fjölmiðlum fyrir svona 10 árum. Já. Og þá bjó ég til svona fake ransom note og setti inn á samfélagsmiðla og það fekk mikla athygli. Getur útskýrt þetta? Ransom note Já, þú veist, svona úr bíómyndum þegar búið að klippa úr dagblöðum stafina til þess að til þess að enginn, það sé ekki þetta að rekja það. Já, og það var, ég man ekki hvað heita. Ég vil ekki segja eitthvað nöfn, svo það ekki þær. Það vita örugglega allir hvað við erum að tala. Ég ekki heldur með nöfnin. Nei, og það var eitthvað svona issue að sem að þær voru að reyna að kúa pening út úr einhverjum stjórnmálamanni eða fjölmiðlamanni og ég sem sagt bjóð til svona fake ransom note og sagði, þú veist, followið leiðilega gaurinn eða ég skrá ykkur á heimkaup.is eða eitthvað svoleiðis og ég man að mér fannst þetta var hápunkturinn minn í sköpunarferlinu því ég alveg lagði mig í það að fara að föndra þetta og svona að taka mynd og setja á netið. Ég setti alltaf hverja verslunarmannahelgi svona lista yfir hluti sem þetta ekki að gera og þetta var svolítið á þessum tíma þar sem að vera að taka skömmina af þolendum kynferðisofbeldis og basically var ég að segja, þú veist, ekki beita fólk ofbeldi fyrst og fremst. Já. En ég reyndi alltaf að setja það upp á eitthvað svona kaltæðin hátt. Það fekk alltaf, það var oft mikið deilt. Getur þú nefnt dæmi eitthvað grín í þessa veru þar sem að þú ert með góðan boðskap? Í þessum samhengi? Ég get náttúrulega reynd að finna bara listan. Og átt listan? Já, ég meina þetta alltaf á netinu, en það svo langt sem ég gerði þetta, ég hef ekkit, ég ekki með neitt steinblæðin, en basically var það, þú veist, ekki vera fáviti, var bara boðskapurinn, á listanum, kannski númer 1. Já. Þannig að það er undirleiðilega gurnum ef við viljum tekka á listan. Já, en þú veist, það þarf að grafa mörg ára aftur, það er bara, þetta er bara dautt fyrir bara í raun núna. Ég er svona spái hvort ég geti fundið eitthvað segway inn í skrifin að tengja saman En ef við skoðum núna þessa heildarmynd sem við erum að fá að þér sem rithöfundi
Hvað sérðu fyrir þér með þessi verðlaun og framtíðina? Ertu með einhverja svona sýn? Já, ég sko að fá þessi verðlaun og að fá bara verk útgefið, það ógeðslega gaman og mig langar að gera það aftur. Þetta nýtt þetta svona ný listgrein fyrir mér. Ég hef meira verið að skrifa kvikmyndahandrit og svoleiðis en aldrei fengið neitt útgefið. Það náttúrulega mikil vinna sem fer í það. Þannig að þarna fann ég sko svona nýjan grundvöll til þess að búa til eitthvað. Fylgja þessu peningar eða þetta bara kostnaðurinn við útgáfu og kynningar starfsemi? Það var fyrirfram greiðsla og sem sagt bara fyrirfram greitt höfundalaun, eitthvað smá upphæð. Hvað það mikið? Svona bara gamli, hvað fær fólk fyrir að gefa út bók? Það var 100 skall. Já. Og já, það það eina sko sem að ég fæ borgaði í peningum og svo náttúrulega væntanlega ef bókin selst þá hlýti ég að fá eitthvað, ég ekki búin að reikna það út. Það kannski ekki aðalatriði fyrir því eins og í þessu tilfelli. Það að fá að upplifa þetta verkið þetta valið og gefið út. Algjörlega, það bara einhvern veginn mér líður svona eins og ég fái meira sjálfstraust í það sem ég skrifa. Núna langar mig að skrifa svona flóknari sögu. Þessi bók sem að var að koma út sko 112 blaðsjur held ég, mjög svona hraðlesin og einföld en mig langar að skrifa eitthvað aðeins flóknar núna og ég byrjaður á fyrsta uppkasti og langt komin með það. Þannig að ég hugsa núna sko veit ég hvað ég að fara út í og ég búin að upplifa sem sagt útgáfu ferlið að vinna með ritstjóra og það mjög svona traustveikjandi að sko maður getur verið algjör vitleysingur og ef þú færð bara fagfólk í kringu þig þá kemur þessu frá þér almennilega. Þannig að ég sé fram á að skrifa meira og fá meira útgefið en það náttúrulega aldrei að vita og ég líka með einhverja draumóra en þá það skrifa sjónvarpsefni og kvikmyndir og mér finnst það skemmtilegasta formatið og þótt þessi saga sé mjög alvarleg og myrk þá leita ég meira í grínið sko. Þá leitar þú meira í grínið? Já. Og kannski að blanda þessu tönni saman eins og þú segir að vera með þennan svarta húmor sem þá kannski þín sérstæða. Já, þessi saga kemur sko frá svona söguheimi sem ég búin að búa til sem var svona heimsenda saga þar sem að þú veist fólk á mínum aldrei að upplifa heimsendi á meðan að gerist og það var eitthvað svona gagnaleki sem að triggerar að bara samfélagi fer á hliðina og ég var búin að skrifa handrita, ég var búin að senda hugmyndina á framleiðslu fyrirtæki og það var bara grínþáttur, það var bara svona mjög surrealist grín og þar fekk ég svari að það vantaði upp á persónusköpun þannig að eiginlega var þessi bók svona meiri æfingi í persónusköpun í þessum söguheimi. Ok, eitt kannski bara lokum ef að þú mættir laga eitthvað í samfélaginu okkar og þú veist bara með töfrasprota, hvað myndirðu gera? Sko það ógeðslega mikil einföldun en ég verið að hugsa þetta dálítið. Sko, ef stjórnmálamönnum og svona áhrifa fólki í samfélaginu að það væri einhvern veginn hægt að útiloka að það ljúgi. Þetta náttúrulega fullkomlega ómögulegt en bara að segja töfrasproti. Þá held ég að samfélagið væri svo miklu betra því ég held að margir sko svona margt áhrifafólk segir hluti sem það veit að ósatt til þess að mála upp einhverja mynd sem hendar þeim og þegar það svo spurt út í það og það kannski það sem það var að segja hrakið þá bara engin svör og engin ábyrgð og það ekkert sem gerist þótt að þú getur sannað að rökin þín fyrir hverju sem þú ert að reyna að gera eru lygi. Þannig að það og og hræsni
þetta bara banna með lögum að fólk í stjórnunarstöðum séu hræstnarar. Þá heimurinn betri. Mér langar að sjá þessa bíómynd. Já. Ertu til að skrifa hana? Ég get reynt. Frábært, takk kærlega fyrir Vilhjálmur. Bara frábært að hitta þig og bara gangið vel með bókina og öll framtíðarverkefniðin. Takk kærlega. Og já, bara þetta búið í bili. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Við kynnum nýjan þátt til sögunar hérna á samstöðinni sem heitir Talaðu við mig með ungum menningarvitum sem heita Álfheiður Karlsdóttir og Emilía Bergsdóttir og við ætlum aðeins að heyra í þeim hvað þeir eru að hugsa að gera í þessum þætti. Ég ætla bara að beina sjónum mínum að ykkur stelpur. Velkomnar í þáttir, þetta með glerugum mín. Ég langaði bara til að vera aðeins meira eins og þú. Já, þú ert ekki eðla hitt með þig, sko. Já. Þetta svona, ég sé nefndar ekki neitt sko. En ég ekki lókið alveg eins og mamma? Já, ég það, sko. Mamma alveg aðeins heitari, ég verði að vera I can't beat the pros, en mér líst ekki alltaf þetta svona. En já, talaði við mig, maður. Talaði við mig, og það búið að upplýsta það sem sagt, hún dóttir mín, hún Álfheiður, og Emilía sem sagt hennar besta vinkuna og þær eru báðar svona nepo-babies, heitir það ekki? Jú, það bara verið að upplýsta okkur bara fyrstu mínúti. Já, einmitt. Hvernig upplifið þetta? Eru þið bara í klíkunni og komist hérna inn í hérna með þátt og sjónvarpsstöð og útvarpsstöð og í podcasti bara svona án fyrirhafnar? Við þurfum að nota þetta, sko. Já, ég hef ekki verið nógu duglega að nýta mér þetta í gegnum tíðina. Nei. En þú? Eiginlega ekki, nei. Eða þú veist, ég var einhvern veginn barnastjarna, það var ekki mér að þakka seldi, sko. Nei. Ég held ég hef ekki kunnað að dansa eða neitt. Þú varst, sko, Emilía var í Billy Elliot, sem var risastór sýning í Borgarleikhúsinu. Frábær sýning. Var pabbi þinn að leikstýra? Já, hann var nefnilega að leikstýra, sko. Og ég leik í Línu Langsokk. Viltu segja hver pabbi þinn Helst ekki, nei. Já, hann heiti Bergur Þór Ingólfsson. Bara flottur maður og þykir vænt hann. Á fullt af dætrum? Hann á nokkra dætur, já. Já, og pabbi þinn líka, hann á líka fullt af dætrum. Já, 4 dætur, sko, 1 son. Já, marga dætur og pabbi minn, mínu sonur. Og það skín svoleiðis af þeim að þeir eigi, veistu hvað mér, bara karlmenn sem eiga marga dætur, það sést bara á þeim, bara langar leiðir. Einmitt. Það rétt. Þeir hafa nú staði ýmissi baráttu fyrir sem fulltrúar dætra sinna og eikona. Greið bara Guð blessi þá. Það ekki skrítið að séu svona í dag, sko. Veistu ekki þið hafa farið illa með þá? Ekki ég var algjört englabarn. Ég svona maður aðeins stríðinn og svona, þú veist. Kalla hann svona illum nöfnum og ég var mikið, þegar ég var lítil var ég ofta að kalla hann homma og svona. Akkur gerir þetta? Mér fannst hann bara eitthvað hommalegur, hann var alltaf með svona hatt og trefil og... Já. Þeir hafa kannski þurft að þola ýmislegt. Já. En hvað þýðir þetta að vera nepo? Getið útskýrt það fyrir mér út í að þið eiginlega kvísluðu þessu að mér hérna áðan. Já, sko það var mikil umræða þetta sko fyrir nokkrum árum á Íslandi og þá var þetta kallað svolítið menningabarn sem ólst upp á menningaheimili og á kannski fræga foreldra og á þá svona auðveldara með að koma sér inn fyrir á stöðum sem að aðrir þurfa að berjast harðar fyrir eða eitthvað svo leis. Það svolítið... Hvað svo menningabörn? Menningabörn, já. Ég fíla það eiginlega meira en nepo baby. Nei, eiginlega ekki, ég tek þetta tilbaka. En þú veist, eins og við höfum, því að ég held skilur að, við kannski fengum að leiki í einhverjum leikritum þegar við vorum litlar út af pöbbum okkar. Já. En svo eftir það, þegar þú veist, það búið, þá ekkert margt sem að þú veist, ég komst ekkert inn í listaháskólan út af pappa, skilur, væntanlega ekki, skilur, veit ekki, en skilur, en maður hefur kannski sjálfstrustið út af því að maður hafi fyrirmyndina. Ég held að það sé líka svolítið forréttindir, sko, að því maður hefur fyrirmyndir, þá hefur maður einhvern sjálfstrustið til að trúa því. Margum dettur kannski ekki eins og í hug að fara eitthvað
banka upp á hjá einhverjum, þú veist, ég veit ekki, forlögum. Þetta var mikið í sambandi við eitthvað svona rithöfunda árið. Já. Akkurat. Einhver, svona ég fá aðeins að kynnast ykkur. Þú segir, það kemur ekkert óvart að þú segir í Listaháskólanum, út í vissi það, en þú ert á danslistabraut í Listaháskólanum. Samtíma dansbraut. Já, og og þú ert líka svona listakona og ég er nú fylgst með ykkur í mörg ár og þið eru meira skapandi heldur en flesti sem ég þekki. Já, við erum kolvillisar sko. Þetta er í hug bara jólagjöfin sem þú gafst Álfheiði og Braga kærastanum hennar sem er kannski það frumlegasta sem ég hef heyrt Ég vildi geti sýnt hana, þú getur sýnt hana. Ég kem með hana í fyrsta þætti sko. Já, hegi. En þú ert með tattoo á rassinum, þannig að þú getur bara sýnt okkur það. Ég til dæmis má það hérna á samtíðinu. En það má allt hérna. Má ég mána? En viltu segja hvað þú gafst þeim? Já, ég sé að sko áður en eiginlega ég kynntist ykkur svona eins vel og ég þekki ykkur í dag, þá hitti ég Álfheiði og kom með það hugmynd að ég myndi fá mér svona tattoo af nafninans Braga á rassin minn. Bragi kærasti minn. Já. Bara meistari, skilur og svo bara eitthvað var ég búin að steingleyma þess og svo komu jólin og ég var eitthvað aðeins búin að vera að chilla með ykkur og ákvað bara að hendi í þetta fór með bara ykkur í gellu sem ég var að deyta tattoostofu, hún sat þarna bara hvað í andskotanum er í gangi hérna bara að fá tattoo, ég sést með stjörnu og inn í henni stendur bara Bragi og svo svo fór ég sko í bara ljósmyndun og létu prenta þetta í Photomax eða hvað sem þetta heitir allt og smeltu sinni í ramma og gaf öllum þeim sem áttu þetta skilið. Ég heldur reyndar að Bragi hafi ekkert verið mjög ánægð ekki fyrstum sinn sko annarlega vill eiginlega ekki tala um þetta í dag sko en ég er ánægð að heyra ég má þú sett með nafnið hans tattooverað á rassin og það setur mynd af því ég held að honum finnst að fyndið í dag sko. Er það ekki? Jú. Hann var alveg hrættur fóreldrana, eða ekki? Ég veit það ekki. En nú dættu mér í hug svona þáttur með ykkur sem þekkist svona vel. Gæti orðið svona svolítið einkahúmor, eru þið búin að hugsa það hvernig þið geti verið með svona umfjöllunarefni sem að höfðar til stórs hóps? Algjörlega, sko. Við erum náttúrulega bara fulltrúar unga fólksins, höfum verið það í nokkur ár og sem sagt, við erum með puttan á púlsinu, við getum alveg bara lofað því, sko. Já, vil ég segja frá nokkrum viðfangsefnum sem verða hjá ykkur, hvað viðmælendur og hvernig hugsiði þáttinn? Einmitt. Við ætlum að taka viðtöl við ungt listafólk sem er annarkvort að taka sín fyrstu skref í bransanum og hefur eitthvað nýtt og fest að segja, skilur eða ungt listafólk sem er kannski búið að vera í nokkur ár í bransanum og getur gefið góð ráð og svoleiðis. Til dæmis í þættinum á eftir erum við að fara að fá hann Gretti Valsson sem er í líka Nepo Baby. Já, nefnilega það, sko. Hann báði foreldrar hans eru í leikhúsinu. Já. Þannig að, Valur og Ilmur, já. Frábært fólk, sko. En já, hann var að gefa út plötu og hann er, sko, sviðslistamaður, leikari, söngvari grínisti. Og mikið grínisti, sko. TikTok-stjarna. Já, mikið á TikTok. Og við erum að fara að ræða við hann og hann er nefnilega eftir á Rauða ljóninu sem að, við getum ekki, þetta var ekki að koma út í kvöld, en á eftir á Rauða ljóninu klukkan 19:00 eru útgáfu tónleikarnir hans. En það er nú kannski alltaf að segja frá því út í að þessi kynning, hún fer út hérna í kvöld eða á eftir. Já, ok, snilt. Þannig að þið eru búin að koma því á framfæri og við stöndum með Gretti í því. Já. En ykkar þáttur er á föstudögum, seinnipartinn, klukkan 7 á föstudögum. Já. Og þannig að þið eruð að fara að taka upp eitthvað fyrsta þátt hérna eftir með Gretti sem verður sýndur þá annað kvöld. Já. Frábært. En eru þið með fleiri nöfn? Fleiri svona í siktinu, viðmælendur? Megum við ekki bara að segja, þú veist, Jóhann Kristoffer, Joey Christ, bara uppáhalds geitin okkar. Já, við erum huge fans. Hann ætlar að koma í viðtal. Já. Og nú þetta mér í hug, nú erum við búin að
draga inn hérna nöfn foreldra ykkur allra. Já. Ég heldur þetta það er fyrir okkur hérna. Já, einmitt. Og því að við eigum svolítið heiður næði hvað þið eru æðisleg. Það er alveg satt. Þannig getið haft það sem þema að það sé alltaf smá heiður gagnvart foreldrunum. Það er ekki góð pæling. Og sérstaklega, ef þú ert ekki nepo baby, þá bara, vel gert hjá foreldriðinu. Já, en það betra ég vil. Já, algjörlega, sko. Við getum verið með myndir af foreldrum hérna á borðinu, sko. Það er sniðugt. En annað sem ég langa orða út af því mér finnst svo áhugavert og ég er svo spennt að sjá hvað þið færið að gera og hérna kannski komið aðeins að þið eru báðar, þú eruð í MH og eru búin að vera svona þáttakendur í listalífinu í langa tíma. Þú veist í hljómsveit sem að útstofnaður í Austurbæjarskóla sem að hét Spaðabanni og er mjög skemmtileg saga til og hérna þú ert í Myndlistarskóla Reykjavíkur að byrja þar og þannig að það er svona myndlist er svolítið þitt. Og ertu ekki búin að fara í Ég er alveg ekki búin að fara í inntökupróf sko, Við erum búin að koma þér inn þar. Ég er alveg komin inn sko, við getum bara sagt það. Búin að mála það. Já. En allavega þá hérna ef að við náum aðeins utanum þetta hver sérstæð ykkar er. Það langar mig svo nefna þess að sögu. Ég var Álfur, hún býr út í Mílan og við fórum í góðan göngutúr í gær og erum svona að tengja aftur eftir hún kom heim í sumarfrí og hérna og hún er að segja mig hvað og það var reyndar Rikki, barnabarnið mitt og með okkur og þau voru að segja hvað þau eru að hlusta á hvaða podcast og hvaða tónlist og eitthvað svona og ég, voru að spyrja út í þetta segðu mig hvað þið eruð helst að hlusta á. Sko, ég og Rikki vorum að bonda yfir blöðkastinu og gummi og hæmi í gær. Og ég áttaði mig á því að þau eru svona upptekinn af því að einhverju sem er skemmtilegt, það sem er gleði, það sem er verið að fíblast, það sem er leikur. Og ég er alltaf eitthvað spekulera. Já, það sjálfsögðu eins og bara átt að gera. Sko. Já, og ég fór að hugsa, akkur er ég og mín kynslóð svona upptekin að því að vera alltaf einhvern veginn fylgjast með fréttum og fræðast og hlusta á einhverja heimildaþætti og eitthvað upplýsandi og hérna og mér finnst svo áhugaverður þessi munur á þessum kynslóðum við alltaf einhvern veginn ábyrg og dugleg og eitthvað hvernig myndu þið lýsa mununum á ykkar kynslóð og minni kynslóð? Einmitt, sko er ekki bara munurinn að ykkar kynslóð er hundleðilega og við erum stemmins fólk er það ekki bara einar reynd að svarið kannski er það ekki því einhvern veginn hvað er þetta getið haft einn þátt um það að kenna okkur hvernig við getum verið aðeins slakari ég er fáralega til verður ekki allir þættinni bara það á einhverju leveli? Jú, í rauninni sko Ég held að það sé bara svo mikilvægt að upphefja gleði og húmor og bara góðan bandir og góða stemmingu eins og mér finnst við ætla að gera sko. En hvað er þetta? Er þetta út af þið voru eitthvað stríðið eða hvað var þetta? Hvað kom fyrir heimstríði? Hvað kom fyrir? Oh my god Sko, ég út af mig ég held við séum svo traumatæst Já, er það ekki málið? Jú, við erum bara alin upp við svona fáránlega uppeldisaðferðir þar sem að við máttum ekki hafa tilfinningar og eina sem gilti var einhvern veginn að standa sig til þess að vera einhvers metinn og við vorum, alltaf að reyna einhvern veginn að vera ekki tossabekk. Já, einmitt. Og foreldrar okkur var bara sagt að við voru reið eða sár, þá áttum við bara að fara í herbergi og skammast okkar. Mamma var sko rekin úr skóla fyrir að segja Óli Píka. Hvað var í gangi? Ok, sæll. Það var, við getum sagt að það hafi verið ýmislegt sem hafi gengið á en við vorum þetta var svona sem fyllt í mæling unglingahópur sem við vorum bara rekin 8 stelpur Óli Píka, hver er það? Það var einhver sem sagði ég líka Óli Píka og ekki illa meint það var svo óhefnilegt að kennarinn hét Óli þannig að bara eitthvað svona grín sem fólk tekur inn að sig ég get ekki kennt þessu að ég hafi lært að mátt ekki grínast þá er ég rekin úr skóla það er bara 100% þetta er bara galið já
En allavega, eigum við ekki bara að segja þetta gott þáttinn í bili? Eitthvað sem þið viljið auglýsa eftir einhverjum viðmælendum hér til að hafa samband við ykkur eða hvernig ætlaði að kynna ykkur? Bara allir kongar með að hafa samband og drollur, sko. Já, bara please. Og taliði við okkur, sko. Taliði við okkur. Og bara að hvaða miðla? Þið eru alveg á TikTok eða ekki? Instagram myndi ég segja. Insta, ég er mikið á Facebook. Við þurfum að stopna TikTok aðgang fyrir þáttir. Já, algjörlega. Já, talaðu við mig. Talaðu við mig. Já, ok. Þannig að þið ætlaði að gera það og þá bara segi ég bara gangi ykkur vel og góða skemmtun. Takk fyrir. Njótið þið áhorfendur góðir og hlustendur. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Við ætlum að ræða neytendamál næstu 15 mínúturnar eða svo fara yfir helstu áskoranir sem við okkur neytendum blasa þessi björtu dægurinn. Það eru náttúrulega vextirnir, ofurvextirnir, olían, maturinn, húsnæðið. Hann er komin Breki Karlsson frá Neytendasamtökunum. Vertu velkomin Breki. Takk fyrir. Er mesta meinið vextirnir, hávaxtastefnan? Já, ég held að það snertur okkur svo víða. Ekki bara í húsnæðinu, ekki bara í vöruverðinu, af því að verslanir og fyrirtæki þurfa að taka lán. Heldur líka í ríkisútgjöldum. Við erum að borga í ár 125 milljarða ríkið í vexti, bara ríkið. Og sem sagt af skuldum og þá erum við ekki að tala um að borga niður skuldina, þetta er bara vextinir. Ávöxtana krafa 10 ára ríkisskuldabréfa er í kringum 7%, þau eru í kringum tæplega 3% í Danmörku. Þannig að við værum og bara til þess að setja þetta í samhengi, sko, þá er þetta 125 milljarðar, það er meira en við erum að borga í félagslega kerfið. Það er svipaður og við erum að fá inn fyrir allan uppsjávarfisk, loðnu, makríl og síld. Og það er mikið til þess unnið að lækka þessa ávöxtunarkröfu með öllum tiltækum ráðum, að því þá gætu við, í staðin fyrir að vera að borga vexti, bara horfum á ríkissjóð sem svona okkar heimilissjóð, að þá getum við varið peningunum skynsamlegar heldur en að borga vexti. Þetta er kostnaðurinn við íslensku krónuna, segja margir núna í upptakti þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst. Já, það er þetta er hluti af henni, það er alveg rétt. Sko, svo náttúrulega líka með þessa vexti að það hafa verið færð rök fyrir því að þeir séu sjálf og sér verðbólgu aukandi hluti af vítarhingnum og þannig að hvort sem að sko eiginlega við kemur pingjumann sjálfs þegar maður fyrir sjálfur út í búðu eða þegar maður hugsar samfélagið, þá er þetta gjörsamlega óverjandi ástand, sko. Já, og sko, mér finnst, nú hafa Neytendasamtökin enga stefnu í hvort að við um að gangi í Evrópusambandið ekki. Og sjálfur er ég bara þarna á girðingunni persónulega, má hafa mína persónulega skoðan, ég er þarna á girðingunni og ég er gagnadrifin og vil fá að sjá gögn áður en ég tek ákvörðun en mér skortir sko svolítið sko hugmyndir, eða ég hef ekki séð þær hugmyndir frá fólki sem ekki vill skoða einhvern samning, hvað eigum þá að gera í staðinn? Það er bara eins og að það sé bara í lagi að hafa þetta áfram eins og við höfum haft þetta. Það er alltaf bent á það, við höfum það bara svo svakalega gott á sama tíma og meðalvextir, húsnæðisvextir á Íslandi undanfarin
10 ár hafa verið 2-falt og 3-falt herri heldur en í nágrannalöndunum og ég ekki að fara fram á mikið, ég að fara fram á það að við fáum vexti á pari við það sem frændur okkar og frængur í Færeyjum fá og það hægt að fá fasta vexti til 30 ára upp á 4,8% í dag. Breytilegi vextir eru svo 2-4%. Í Færeyjum sem náttúrulega með færeysku krónu sem tengd við dönsku krónuna sem tengd við evruna með 2,25% breytileika. Þar eru 4 bankar sem veita húsnæðislán. Það sama vissulega veita lífeyrissjóðirnir á Íslandi húsnæðislán en með höfðatölu þá eru mun meiri samkeppni fleiri lánveitendur heldur en í Færeyjum heldur en á Íslandi. Já, en það heyrir maður það hjá ungu fólki að það hugsi sér til hreyfings því finnist auðveldar að koma undir sig fótunum í löndum nálægt Íslandi en ekki Íslandi sjálfu þess. Já, fermetraverð í Kaupmannahöfn er eilítið dýrara heldur en fermetraverð í Reykjavík á húsnæði. En áborganir og í Danmörku getur við fengið 95% af lán. Á Íslandi geta fyrstu kaupendur fengið 90% af lán. Áborganir fyrsta árið er 3-falt hærra á Íslandi heldur en í Danmörku. Og ég skil alveg ungt fólk í dag sem hverra heimur er þeirra ostra ef maður slettir orðtaki. Ágætt þýðing. Þá skilum maður alveg að þau leiði hugan til að byggja sér líf annars staðar heldur en á Íslandi og það er bara því miður. Já, þau gera meira en að leiða hugan að þau eru að flytja og þetta er braindrain, þetta er atgerðisflótti, þetta er oft mentað fólk. Íslenska ríkið hefur kostað miklu til að kosta mentun þess og tækifæri, búa til tækifæri og svo bara forðar fólk sér þegar það verður vitni að þessari brútal efnahagsstefnu sem náttúrulega skellur bara eins og svipa á löður sveittu bakinu á þér svo maður haldi nú áfram bara með líkingamálið hérna. Þannig að þetta er alvarlegt. Já, og þetta ég meina, háir viðvarandi vextir á Íslandi er bara eitt stærsta neytendamálið, eitt stærsta mál bara bæði okkar kynslóðar og komandi kynslóða að við verðum að tryggja að hér verði áframhaldandi samkeppnishæft umhverfi og það að segja að kaupmáttur sé hærri á Íslandi en á Norðurlöndum það er villandi því að kaupmáttur að teknu tilliti til afborgana á lánum er mun lakari hér heldur en til dæmis í Danmörku. Já. Og svolítið krúttleg spurningin hjá Spyrli Rúf í Kastljósinu var að tala um einhverja konu vegna erlenda konu vegna Evrópuskýrslu og hann spurði hvort hve Íslendingar hefðu það gott væri ekki til marks að krónan þjónaði sínu hlutverki vel sem gjaldmiðill þjóðarinnar og konan var fljótað leiðrétti þá hugsun og svarið var að það væri nú kannski frekar þannig að þrátt fyrir krónuna væri ástandið að mörgu leyti ágætt en gæti orðið miklu betra og við þurfum náttúrulega ímyndunarafl líka við þurfum að geta ímyndað okkur að heimurinn breytist þegar en nú er ég kannski komið svolítið út í skáldlega eða heimspekilega hluti en Breki við urðum vitna því að ríkisstjórnin sýndi smá pung hún veitti olíufélögunum aðhald og lækkaði virðisaukaskatt og sú aðgerð hefur verið vel heppnað ekki satt? Mér sýnist það, ég heyr ekki annað og það er mitt vel að
að samkeppniseftirliti hefur miklar og sterkar heimildir til þess að fylgjast með fyrirtækjum og fyrirtækjarekstur á Íslandi og ég veit það að þau eru duglega að kalla eftir upplýsingum svo allavega ég veit að einhverjum fyrirtækjum þykir nóg en sér í lagi í fákeppnismarkaði þá þarf samkeppni virt eftirlit og það er bara vel að samkeppniseftirlitinu hafi verið falið sérstakt eftirlit með þessari aðgerð og svona mér sýnist en það er náttúrulega þeirra að kannski svara endalega fyrir það en þetta sýnir okkur það er samt sem að það er hægt að ráðast í svona aðgerðir Á sama tíma þetta hefur heppnast ágætlega mati flestra þá tala ýmsir hægri menn að þetta sé alveg afleitt að við sem komum með verðlagseftirlit í takt við einhverja gamla og úrelta tíma eins og menn átti sig ekki á sakaskrá olíufélagana og einmitt þessu umhverfi sem búum við þar sem margir haldaði fram að það sé aldrei samkeppni heldur alltaf samráð Já, ég var þetta ekki svar heldur við hótun samkeppniseftirlitsins eða einhverja þar, ég man ekki hver það var sem hótaði því að ef að þau skilaðu ekki þessara lækkunum til neytenda þá þá væri hægt að setja eitthvað slíkt á eitthvað verðlagsráð á fót mér sýnist að bara flestir vera að vanda sig Já mér finnst maturinn í búðinni svolítið dýr en það er annað sem ég hef tekið eftir ef maður fer á veitingahús maður gat kannski áður keypt sem bara Pepsi Max ég nú hættur að drekka brennivín þannig að ef ég fer með konunum minni kannski kvöldlega á eitthvað kaffhús eða bar eða veitingahús þá gat ég áður pantað Pepsi Max maður borgaði kannski fyrir það með sítrónuklaka 600 kall núna eru mörg veitingahús hætt að selja Pepsi Max þetta er svo ódýr drykkur þau færa manni eitthvað sem að þeim finnst koma í staðinn fyrir þetta kemur í glerflösku yfirleitt verra á bragðið en kostar 1000 kall eða 1100 hafið þið fengið einhverja svona ábendingar hjá Neytendasamtökunum? Nei, það var nú engin hvert að yfir nákvæmlega þessu ennþá en við skulum taka þessa kvartur til skoðunar Það er ekki bara að ég er að veltaði fyrir mér hvort fyrirtæki ferðaþjónustu og fyrirtæki bara heilt yfir séu að það eru til ýmsa leiðir til þess að ná í aðeins fleiri krónur þetta er einu þeirra algjörlega, það er náttúrulega mitt alveg rétt alveg rétt en þú segir það að Neytendasamtökin taki ekki afstöðu til aðildar að Evrópusambandinu eða ekki en ég ætla samt aðeins að þvæla þið betur í ætti ekki Neytendasamtökin að hafa skoðun á því hvaða gjaldmiðill gæti bætt hag Íslendinga? Þarna fyrir í fyrra skiptis þegar Ísland sótti fyrir rúmum áratug þá studdu Neytendasamtökin þá umsókn og en eins og staðan er núna þá höfum við bara ekki þá höfum við ákveðið að bíða með að taka afstöðu kannski fram yfir þjóðaratkvæðisgreiðslunni í ágúst nákvæmlega Neytendasamtökin er ekki einhvers konar lýðræðis samtök sem taka afstöðu til kosninga eða slíkt það liggur ekkert á borðinu og eins og ég sagði þaðan þá er ég sjálfur gagnadrifin prívat og persónlega og ég myndi vilja sjá eitthvað áður en ég get tekið afstöðu til þess ég get ekki tekið afstöðu til einhver sem ég veit ekki hvað er? Nei. Getur þú nefnt mér einhver dæmi vöru sem hefur verið að hækka núna að þjónustu umfram það sem ykkur finnst eðlilegt? Það er náttúrulega olían sem er að hækka en það náttúrulega er innkaupaverð olíunar eða bensínsins en við fáum reglulega tilkynningar til okkar verðhækkanir Æslander?
Já, við fengum ábendingu frá Icelandair daginn að þeir væru að auglýsa verð sem svo ekki var hægt að finna og við náttúrulega tilkynntum það bara áfram til Neytendastofu sem sem skoðar svona villandi markaðs hvort eitthvað mistök hafi verið að ræða eða hvort þetta sé systematist. En þetta líka óþolandi að við neytendur höfum verið að bóka ferðir með Icelandair vinstri hægri og við höfum haft mikið fyrir því að skipuleggja okkar ferðalög og svo bara einhver kjaradeila í gangi og þeir fella niður flug alveg vinstri hægri. Jú, þetta náttúrulega eðlilega bagalegt en væntanlega líka bagalegt fyrir fyrirtæki sjálft. Það er skýr réttur neytenda að fá ekki bara nýtt flug heldur líka bætur ferð niður með minna en 14 daga fyrirvara að og þú átt þá rétt bæði að rétt á þrennu annars vegar að fá nýtt flug með sama flugfélagi eða nýtt flug með öðru flugfélagi eða endurgreitt og síðan áttu rétt á líka að fá allan útlæðan kostnað greiddan svona innan eðlilegra marka verður fyrir einhverjum kostnaði eins og auka ferðalögum eða þarft að kaupa þér mat eða eitthvað slíkt þú átt meira svo rétt á einu símtali sem kannski arfleifð gamalla tíma en þannig það þannig að réttindi flugfarþega eru rík núna reyndar verið að fjalla það út í Evrópu að skerða þessi réttindi við tökum þátt í því á samt 27 öðrum neytendasamtökum og höfum sendum í síðustu viku stjórnvöldum í Evrópu áskorunum að halda í þennan rétt nú þegar þá það bara þannig að aðeins brota af flugfarþegum sækir þennan rétt sem þeir eiga sko. Nei, sem miður því að ef þú notar ekki réttin þá fellur hann niður og allur réttur neytenda það hefur verið barist fyrir öllum rétti neytenda og það sífellt sótt að réttindunum og við verðum að standa vörðum hann og meðal annars stöndum við vörðum hann með því að nota rétt okkar og ef við notum ekki réttin þá fellur hann niður. Þetta svona glíma litlamannsins við korporisman. Já, bara ekki litlamanns, þetta glíma fjöldans, fjölda fólks, fjölda hreyfingarinnar við stórfyrirtækin. Já, ég skal reyna að taka þetta til mín næst þegar eitthvað flugfélag snuðar á mér að ég nenni að leita með bóta. Ég skil hvað að fara en svo það nú svona bara pæling kannski rétt ég veit að við þurfum að ljúka þessu briki, þú ert á leiðinni annað en bara svona rétt í lokin hafa neytendasamtökin skoðun á því hvort það sé þjóðar öryggismál hvað samgöngum máti okkar orðin brothættur hvað var þar stöðu Icelandair við erum bara með eitt flugfélag og við erum náttúrulega með orkukreppu eldsneyti að hækka og óvissa sko og finnst þér komið til greina að neytendasamtökunum finnst ykkur komið til greina að ríkið leggi til flugfélagi eins og Icelandair belti og axlabönd því að það sé bara brýnt hagsmuna og þjóðaröryggismál að ræða? Sko, neytendasamtökin hafa enga afstöðu í þessu máli hafa ekki afstöðu í viðlíka málum en ég bendi bara á að staðan í dag öll önnur en hún var fyrir 30-40 árum hingað fljúga 20 erlend félög í hverju viku það er LOT pólska flugfélagi flýgur daglega til Íslands frá 3 borgum í Pólandi EasyJet flýgur þannig að það er ekki svo að Lufthansa flýgur
frá allavega 2 borgum nokkru sinnum í viku. Þeir skára nú niður 200.000 ferðir, var það ekki? Jú, en sko og þannig að við erum hérna kannski aðeins öðruvísi sett en vissulega það öðruvísi að hérna það einhver ástæði fyrir að mörg önnur ríki eru með ríkstuðning á Já, og ég meina hérna Scandinavian Airlines hefur náttúrulega í gegnum tíðina og Icelandair hefur í gegnum tíðina fengið margóttir bjargað sko en neytendasamtökin hafa svo sem enga skoðun á því af eða á. Nei, einmitt, ég skilði. Herru, en hérna, kæra þakkir fyrir þetta. Við hérna fáum að heyri þér oftar eins og við höfum gert reglulega. Kæra þakkir fyrir komin að Breki Karlsson. Bestu þakkir. Og við segjum þetta gott í kvöld, kæru hlustendur og áhörfundur. Takk fyrir að vera með okkur þetta friðsæla fimmtudags kvöld. Ég vil benda það að Rauðaborðið verður ekki á dagskrá á morgun því þá er komið föstudagur en þessi stað verður við með beina útsendingu klukkan 16 þar sem við fáum 4 góða gesti klukkan 4 síðdegis á morgun til að ræða fréttir vikunar og þjóðmál og annað skemmtilegt og svo helgar dagskráin. En ég heiti Björn Þorláks og takk fyrir samverðin í kvöld, verið sæl.